Já, verið velkomin góður áhorfendur hér í KA TV. Hér erum við að fara að hefja útsendingu frá leik KA og Álftanes í Misóndeild kvenna í blaki. Þetta er leikur í 12. umferð deildarinnar og má bara vonandi búast hörkuleik þó að liðin sé á afskaplega ólíkum stað í deildinni. Við ætlum að kannski kíkja örstuð á hérna hvernig staðan er í deildinni. Hún kemur hér. Sjáum hérna KA-liðið er á toppi deildarinnar með 30 stig eftir 11 leiki. Það töpu fyrsta leiknum sínum í vetur þegar töpu núna í Oddarinu í síðustu umferð gegn Aftureldingu, en gerðu vel í að fá stig með því að fá leikinn í Oddarinuna. Það er því með 4 stiga forskot á toppi deildarinnar en þurfa klárlega á öðrum 3 stigum að halda hér í dag til þess að fara skrefi nær því að verja titilinn sem er unnið í fyrra. Álftanes hins vegar á botni deildarinnar með aðeins 3 stig en hefur þó sýnt flotta takta á köflum í vetur og það er ljóst að KA-lið þarf að hafa svolítið fyrir því að klára 3 stig hér í dag sem það þurfa á að halda. Vantar aðeins í KA-lið í dag og að það muni ekki hafa áhrif. En við skulum kannski bara fara að kíkja á lið gestana. Já, sjáum hérna lið gestana. Það eru svona skipaðir í dag. Númer 2 er Dýrleif Hanna Sigmundsdóttir, 3 er Ragnheiður Tryggvadóttir, 6 er Erla Bjarný Jónsdóttir, 7 er Ásthildur Gunnarsdóttir reyndar ekki að spila hér í dag. Við erum aðeins að fara yfir liðin. 8 er Þórdís Guðmundsdóttir, 9 Rósa Dögg Ægisdóttir, 10 Birta Björnsdóttir, 11 Ísabella Erna Sævarsdóttir, 15 Heiðrún Ómarsdóttir, 16 er Zlatjana Smiljanic, 17 Kristína Markovic, 18 er Astrid Eriksson. Já, gæti verið að eitthvað sé smá villstókur hérna með gestina, en það lagast þá bara þegar við sjáum betur liðin. En hvað með það? Við kíkja á heimalið. Skulum hafa þetta svona. Númer 2 er Nera Mateljan sem hefur verið að koma sterk inn í liðið undanfarnu. Búin að spila núna 2 leiki og er með 11 stig í þeim leikjum. 3 er Helena Kristín Gunnarsdóttir, Blakkona ársins á síðasta ári. 4 er hún Heiðrún Júlía Gunnarsdóttir. 5 er Paula del Olmo Gómez, algjör lykilleikmaður okkar liði eins og nokkur aðra sjálfsögðu. 6 er Gía Guðnadóttir fyrirliði. 8 er Sóley Karlsdóttir. 9 er Lovísa Rut Aðalsteinsdóttir. 10 er Hulda Elma Eysteinsdóttir. Hún er mætt aftur til þess að aðstoða liðið núna. Og nummer 11 er með dóttirinnar Amelía Ír Sigurðardóttir. 12 er Andrea Þorvarsdóttir. 13 er Valdís Kapitola Þorvaradóttir. Og 14 er Heiðbrá Björgvinsdóttir. Og þjálfari KA er sjálfsögðu Miguel Mateo Castrillo. En alltaf fara að vera klárt hjá okkur. Ég segja vantar aðeins í KA-liðið í dag. Jóna Margrét Arnarsdóttir auðspilari er frá í dag og Arnrún Eik Guðmundsdóttir er einnig frá í dag. Vonum að það hafi ekki áhrif á toppliðið hér í dag. En já, alltaf verða klárt hérna hjá okkur og sjáum að ég segi bæði lið mæta eðlilega klár í slaginn. Gestirnir ég segi aðeins unni 1 leik í vetur. Liðin hafa mæst 2 svar í vetur. KA-liðið vann fyrir leikinn hér í KA-mölinu 3-0 og leikinn á Álftanesi 3-1. Segir ykkur það að Álftanes geta alveg tekið hérna á mót okkur og ef við erum ekki klára í slaginn þá geti það alveg orðið meir en bara 1 hreina, en hér fyrir það stað. Elma með fyrstu uppgjöfuna, það taka vel við þessu og það er skora þetta fyrsta stigið. Það er hún Zlatjana Smiljanic sem að gera það. Þetta gerði hún vel. Hún spilaði með Völsung á síðast tímabilið maður rétt. Var
ansi mikilvægt í starfinu þar. Hann núna kominn í starfið hjá Álftanesi og skora fyrsta til leiksins. Og hér ás frá henni Rósu Dögg. Já, þetta byrjar ansi vel fyrir gestina. Og KFL þarf aðeins að ná að taka betra móti. Þetta var þægilegur bolti til að taka móti. Aftur kemur þetta, en núna tekur Pála vel við þessu. Elma upp á Helenu og Helena, já, ok, vel bjargað þarna. Já, bjargaði þessu vísu ekki. Mér finnst það samt vel gert hjá Rósu að komast í hérna bolta, en Helena með gott slag. Og KFL komið á blaðið. 2-1 fyrir gestina. Og Helena fyrir svo beint í uppgjöfina sjálf. Flottur bolti þarna og Ragnheiður nær ekki að stýra þessu. Þetta var föst og hnitmið uppgjöf frá Helenu að vanda. Hún alltaf ótrúlega öflug, eins og ég sagði, valin blaðkona ársins árið 2019. Og nú sjáum við þessu, koma boltan yfir, en þetta þægilegur boltur í KFL. Og Valdís gerir vel í að láta hann bolta fara. Var ekki alveg viss, en ákvað endanum að láta hann fara. Það var rétt ákvörðun, 3-2 fyrir KFL. Þetta gott stig. KFL komið 4-2 yfir eftir að hent vörlundir. Já, þetta getur Valdís vel. Nú kemur séns fyrir gestina og kemur frábær hávætti af Pálu og þær í smá vandræðum. Nú kemur þægilegur bolti fyrir KFL. Pála, Elma hérna upp á Pálu. Pála, það erfiður bolti fyrir hana og þetta gott stig hérna hjá henni Dýrleif. Hún beið eftir þessum. Og þær búin að ná að svara hérna. Staðan 4-3 fyrir KFL. Maður þess að laga lið gestana, þannig að við ætlum að laga stöðuna okkur núna. Já, þetta vel gert því að Þórdís að skora þarna á jafnari 4-4. Næja, eins og ég sagði, það býr hellingur í þessu liði Álfnesinga. Alls ekkert örugt að KFL taki þennan leik. Það eru vissu svolítið fáar á skýrslu. Já, Heiðrún fer þetta bolta furðulega í sig, en bolta enn á lífi. Pála hamrar þessu niður. Þetta gerur hún frábærlega, Pála. Og gerir hérna 5. stig KFL-liðsins, hennar fyrsta í leiknum. Já, þessi uppgjöf frá henni Heiðrúnu full-löng og við erum því áfram í jöfnuleik hérna. Já, KFL heldur þetta áfram, við erum ennþá aðeins í smá að klára uppsetninguna hjá okkur. En Álfnesingar eru aðeins með 8 leikmenn á skýrslu hér í dag. Þannig að þetta gæti orðið erfitt fyrir þær ef að þessi leikur fer í einhverja marathon viðureign. Jæja, sjáum þetta. Pála vel. Elma upp á Nera. Jæja, Slatsjana tekur við þessu. Og jæja, nú fáum við smá rally hérna. Gía reynir að lauma boltinn svo á Elmu sem að svara strax, en taka við þessu. Elma núna upp á Pálu úr afturlínunni. Slatsjana tekur við þessu. Jæja, hvar endar þetta? Ragnheiður. Frábær Hávard og af gestunum og út. Þannig að KFL fær stigið. 7-5 yfir núna. Já, hérna fengum við skemmtilegt
rally, bæði lið að sækja á fullu auk þess sem við verðast vel og það er gaman að þessu. Hér er Paula del Olmo með uppgjöfuna. Það er svolítið löng en það taka þetta og hávörnin hjá KL strax komin í gang, það er frábært. Og þessi bolti skoppar, já, Valdís náði að bjarga þessu, frábærlega gert hjá henni og í kjölfarið kemur Helena með nýtniðan bolta sem að engin var. Þvílík björgun hjá Valdísi þarna, það gerði hún frábærlega og KL komið í 8-5. Já, þetta líst mér vel á. Já, Dilla tekur við, svo vendingum við Ragnheiður. Pála upp á Gíu, Gía upp á Neru, Nera á. Slatsjana kemur með þessu upp og kemur boltinn nýtmiðaður þarna frá Astrid og hún skorar 7. stig gestana. Já, það er... Nei, hann var útið þessi fyrirgefi, ég fattaði ekki alveg strax. KL er þá 9-5 yfir. Já. Komið góðu kapli núna, 4 stig að KA, staðan er í upp 5-5. Pál með fasta uppgjöf en hún fyrirgefinni til. Já, og þarna fengur gestirnir ódýr stig. Fyrst 2 uppgjafir sem hafa klikkað hjá KA til þessa. Enginn á gestunum. Kemur Þórdís fyrir Altensinga. Já, messir út hjá henni. Þannig að leið og ég segja að þessi ekki búin að klikka uppgjöf, þá kemur að því. Og KA aftur 4 stigum yfir. Og þá, já, sjáum þetta einmitt. KA leið búið að fá stig eftir uppgjafmistök. En Altensinga 2. Jæja, þá fer Nera í uppgjöfina. Það var hátt við loft, þessi er full langur hjá henni. En KA-liðið fær að mér sýnir stigið, já, hóluleg uppsetning hjá gestunum og þetta er klaufalegt maður. Boltinn var leiðinu út og þá fer hann út þarna. En KA-liðið fekk hérna, já, stig sem maður hefði ekki reiknað með. Og munurinn núna 4 stig, 11-7 fyrir KA. Ragnheiður í uppgjöfinni. Fýtt bolti, Valdís tekur vel við þessu. Elma velur Helenu og Helena kemur hún yfir. Bolti núna koma á til KA-liðsins, Helena aftur. Bombar þessu á hárnina. Kemur boltan svo yfir í kjölfarið. Hún er séns fyrir gestina. Reyna að lauma, já, Elma er búin að sjá þetta fyrir. Kemur Helena boltan þægilega yfir. Jæja, hvað gerir gestinni núna? Kemur Slatsjana, bombar þessu og Pála nær ekki að stýra þessu betur. Og þessi endar í gólfinu. Vel gert hjá Slatsjönu Smiljanic, hennar, þessi ekki hennar annað stig í leiknum. Hún skoraði líka fyrsta stigið. Já, kemur Slatsjana aftur, laumar, frábært geta Pálu. Og KA-liðið heldur þessu bolta á lífi, vel gert hérna. Og Valdís upp á Elmu, Elma laumar, en það sjáum við þessu. Vel gert hjá Hávörtinni að lesa þetta. Kemur Slatsjana með boltan upp á Nera tekur þetta. Fyrir Elma á Pálu, Pála, fastu bolti og þessi úti. Já, það gerir dýrlega vel að lesa þennan bolta. Þessi bolti frá Pálu aðeins svo langur. Já, Valdís tekur við þessu, missar hann aðeins svo langt og KA-liðið nær ekki boltan yfir. Já, móttakan hjá Valdísi var aðeins svo löng þarna þegar boltinn datt yfir netið. Þá er oft erfitt að bregðast við því. Og gestirnir búin að minnka í 1 stig núna, 4 stig í rauð á þeim. Stefnir í hörku fyrstur hinnu og leið og ég segi það, þá kemur Ragnheiður með sínu uppgjöf í netið. Þannig að já,
önnur uppgjöfin hjá gesturinn sem klikkar. Gíja kemur með þetta. Já, þetta náðar að verjast, að sjá við. Elmar núna upp á Pálu úr afturlínunni. Pála með góðan bolta sem að Rósa tekur við. Þröngstað þarna kantinum, en Zlatan kemur boltanum yfir. Nú kemur Helena, laumar og vá, þetta var frábærlega gert. Boltinn eins tæpur yfir hátan og gat verið. Þetta er ekki sjálfstæðan fyrir hún var kosin Blackon ársins. Þetta kann hún á 4. stig Helenu í leiknum. Hún er að byrja af krafti hérna. Gíja. Já, Ragnhildur tekur við þessu og vel gert hjá Rósu að halda boltanum í leik. Pála missir boltan full langt og já, þetta hefur hún aðeins boltanum yfir og svo kemur laumur frá Zlatan, ekki nægilega góð. Og K.A. fær stigið. K.A. aftur að svara eftir að það er minnkuð þannig í 1 stig. Þannig að K.A. núna 14-10 yfir. Smá sveiflur núna. Það er að Gíja. Flott uppgjöf hérna, þetta er ás. Sjáum hérna að hún Þórdís náði ekki að stýra þessu. Þetta var það fastur bolti. Meirinn að segja að taka á móti svona. K.A. 5 stigum yfir núna aftur. Búin að svara þessum 4 stiga kafla með öðrum 4 stigum og þá tekur Róbert Karl þjálfari Álftnesinga leikhlé. Já, K.A. verður gríðarlega sterkt á loka kaflanum. Þannig að það veit ekki gott fyrir gestina ef að K.A. er að ná góðri stöðu fyrir hann. En ég segi K.A. er með 4 stiga forskot á toppi deildarinnar. Þegar eru 4 umferðir eftir að deildinni. Þannig að 3 stig hér í dag. Kemur liðinu í ansi vænlega stöðu. Þegar það eru þá aðeins 9 stig eftir í pottinum. En það er alltaf nóg eftir á þessum leik. Og sjáum hvort að hann Róbert ná að taka Gíju úr jafnvægi með þessu leikliði. Já, það er alls ekkert í stöðunni. Gíja með ás þarna. Og hún er að skora sér 3. stig í leiknum. 5 stig af K.A. og K.A. komið 3 ása strax í byrjun. Það er ekki amaleg hlutfall. 3 ásar af 16 stigum. Gíja aftur. Þetta er flottu bolti. Zlatan tekur við þessu. Nú kemur fínn bolti sem að Pála tekur við og já, Helena herra koma alltaf boltanum yfir og svo þarna lúrði Astrid og bombaði þessu niður. Já, þjörmuð þarna K.A. Álftnesingar og áttu þetta stig skilið. K.A. var í miklu vandræðum með að verjast þessu. Og þá fer Astrid í uppgjöfina. Valdís tekur vel við þessi bolta. Nú kemur Elma á Helenu. Helena plaffar þessu. Það ná að verjast þessu og Zlatan kemur bara sem boltan yfir. Pála tekur við. Elma upp á Helenu aftur. Helena laumar. Það ná að bjarga þessu. Og þessi var út til eins var. Þessi bolti hérna frá Rósu fór út fyrir spíruna eins og við viljum kalla það í K.A.-tífinum. Já, antennuna, hvað sem við viljum kalla það. Við viljum reyna að halda íslensku tunguna. K.A. 17-11 yfir núna. Og virðist vera ná að stinga af. Elma fínn bolti þarna, flott móttaka. Kemur smassið þarna frá henni Dýrleif en Háurinn K.A. tók þetta. Kemur Zlatan svolítið aftarlega, nær samt að koma boltanum á hárrétta stað og skorar. 12. stig gestana, þær gefast ekki upp. En Zlatan Smiljanic nægilega potturinn á pannan í liðinu. Já, Valdís gerir þetta vel, nú kemur Helena hinum megin.
Og Slatjana enn og aftur, reynir að lauma og hún reynir ekki bara að lauma, hún bara laumar. Og skorar núna annars stigið sitt í röð. Já, 4. stigið hjá Slatjanu Smiljanic. Valdís mistur hennar yfir og hérna lúraðir og já. Það hafði ekki verið hún Þórdís sem að skora þarna, mér sýndist það. Þórdís og Dýrleif voru báðar hérna klárar að íta þessi bolta niður í gólfið. Við skulum setja á hana Þórdísi. Jæja, Rósa bolta sem að Helena tekur og jæja, Nera setur boltan svo upp í loftið. Það er þetta nýja net sem er akkurat fyrir miðjunni sem að er búið að fara í taugarnar á blökkurum henni í K-milunum og sett hérna fyrir veturinn. Og þetta er boltar sem að hafa ekki verið að fara í loftið, en þetta nýja net fyrir hérna og gestin fá því stigið. Og svo kemur flottur ástæðna frá henni Rósu og skyndilega er staðan 17-16, 5 stig í röð á gestunum. Og þetta, já, ég var að tala rétt á hann að Kálið var að stinga af, svo var aldrei ekki. Rósa Dögg öruggur sínum uppgjöfum. Helena tekur við þessu, kemur Elma á Helenu aftur og Helena bombar þessu niður, já. Svo í mildtíðinni þá skiptu þær Valdís og Andrea. Andrea komin inn sem líberó núna. Ég segi Arnrún Eik er ekki með í kvöld. Hún var líberó í síðasta leik með henni Valdísi. Svo ég segi vantar líka hennar Jónu sem búin að vera aðal uppspyrari núna eftir að hún Medina Lus yfirgaf K-liðið. Jæja, Nera af hárninni. Það gera vel í að koma þessu bolta í leik og Elma á Pála. Hárnin tekur þetta, en K-liðin er að bjarga þessu. Nú kemur Nera með boltan yfir, já. Það gera gestinir. Nú kemur Slatjana og Pála nær ekki að stýra þessu bolta. Skoppar bara á höndrum á henni. Og staða núna 18-17, stefnir í hörku loka sprett. Já, ég var að viðkynna, ég var farin að reikna með þægilegum sigri K-liðs svona þegar voru þarna einhverjum 6 stigum yfir. Stöðunni 17-11. Og þetta smass frá Ragnheiði af Háurðina út og hún jafnar metin hérna 18-18. Hún var alveg springur þetta. Matteo þarf K að taka leikli aðeins að skerpa á þessu og já, það gerir hann. Já, töluvert sveiflur hérna núna. Og við erum í hörkuleik hér í fyrstu hreinu. Þessum að toppliðið mætir botliðinu. Þetta var svo sem alltaf típist fyrir blankið og þú getur unnið leik 3-0 en verið fyrir algjör hörkuleikur sem að fer í upphækkun eða hvað sem við kalla það. En ef þú sér bara tölunar 3-0 í hrinum, það lítur illa út og það er svona veturinn hjá Álftnesingum í hnotskurn. Það hefur verið svolítið stöngin út hjá þeim ef þetta segja það í blaki eða spýran út. Því það býr hellingur í þessu liði en aðeins búið að ná að vinna 1 leik til þessa. Slatjana, bolta sem Nera tekur upp hérna á Elmu og Heiðrún, já. Hún klárar þennan bolta. Það gerir hún vel. K-liðið aftur komið yfir 18-19 eða 19-18. Heiðrún Júlía Gunnarsdóttir með sitt fyrsta stig í leiknum sem við sjáum. Kirkjur hún sjálf með uppgjöfina en nær boltanum ekki yfir og við erum því aftur í jöfnuleik 19-19 og nú fer hvert stig heldur betur að verða mikilvægt. Og þá fer Dýrleif Hanna í uppgjöfina. Bolti sem Pála tekur, Elma upp á Gíja. Þessi var úti. Já, engin snerting, þessi var úti. Nú eru gestir komnir yfir í 20-19.
Ágætis samspil hjá Elmu og Gíu þarna, en boltur að Gíu aðeins og langur. Jæja, Dýrleif aftur. En fer ekki yfir og við erum þá í 20-20 núna. Þá fer Pála del Olmo Gómez í uppgjöfina. Nú var ég alveg til í einn góðan ás, jafnvel fleiri frá Pálu. Fín uppgjöf hérna og þær missa boltan yfir. Þar lúrir Nera og Nera bombar þessi gólfið. Já, Nera Mateljan. Hún er að skora sitt fyrsta stig í leiknum. Hún er með 5,5 stiga meðtal í leik núna í þessum 2 leikjum sem hún er búin að spila með KR núna eftir að hún kom til liðs við okkur eftir áramótin. Pála aftur, fínn bolti, en Slatjan tekur við þessu. Hún kemur hörkusmass frá henni Þórdísi og hún setur hana háutina út. Jafnar í 21-20, þriðja stigið hjá Þórdísi í leiknum. Hvar endar þetta eiginlega? Getur verið mikilvægt fyrir gestina að taka fyrstur hinnu og setja á pressu á KR-liðið. Breytt antal af flestir með sigri KR í þessum leik. Svona fyrirfram. Sér bolti, sá ekki hvað það var heilina eða Valdís tók hann. Það skiptir ekki öllum máli. Það er allavega Nera Mateljan sem bombar þessu í gólfið og klárar þetta 22-21. Hún vísir bombar sér ekki veitt í gólfið en bombar sér það fast, það var ekki hægt að stýra þessu. Annars stigið hennar í röð þarna. Og hún fer í uppgjöfina. Já, þessi var inni, þannig að þær tóku boltan og komum svo ekki yfir í kjölfarið. Fín háarði KR-liðinu. 23-21. Já, 2 stig í viðbóð sem KR-liðið þarf til að klára þessa fyrstur hinnu. Nú þarf Nera að halda þessum bolta inn á. Tóku hérna 2 uppgjafir í röð þarna út fyrir hinnunni. Þessi var virkilega góð hjá henni. Og svo kemur þessi bolti frá Astrid í gegnum háarðina og dettur bara niður í gólfið. Þá er skipting á KR-liðinu. Nera kemur út og inn í hennar stað er hún mætt. Hún Heiðbrá Björgvinsdóttir. Hún er í afturlínunni tilbúin að taka á móti. Kemur Ragnheiður með boltan sem að Pála tekur. Elma upp á Gíu og Gía. Þessi var dæmdur úti, sýndist mér. Já, hann báði línuverðir dæmdu út og endanum er boltin dæmdur út, þannig að það er 23-23. Þetta var rosalega tæpur bolti, lenti eiginlega alveg á línunni en dæmdur út þarna. Þannig að við erum í jöfnum leik aftur og móttakan frá Andreu ekki nægilega góð og skyndilega eru gestirnir komnir í úrvalsstöðu. Þá er skipting hjá KR-liðinu. Valdís mætir aftur í líbéró-stöðuna og Andrea fær á að hvíla og þá tekur Matteo leikhlé. Já, 3 stig í röð hjá gestunum og þær geta núna að klára þessar hreinu með næsta stigi. Það eins og ég segi geti sett svolítið óþægilega pressu á KR-liðið að lenda 1-0 undir og líka kveikt ennþá meira líf í gestunum að sjá að það geti vel tekið hennar leik. Jæja, sjáum hverju þetta leikhlé skilar. Ragnheiður verið gríðarlega örugg í uppgjöfunum í dag eða kvöld og spurning hvort hún ná ekki að halda sínu strikki þrátt fyrir þetta leikhlé. Það kemur boltinn, hann er fastur en allt og langur og ef ég ekki bara setja þetta sem stig á Matteo og þjálfara KR. Þannig að hérna taka hana aðeins úr jafnvæginu. Þá er liðin jöfn í missetnum uppgjöfum sem sjáðu 4-4. Jæja, við förum í upphækkun. Gía í uppgjöfinni. Flottur bolti, já, ás frá Gíu. Fyrirliðin fer fyrir sínu liði hérna. Frábær bolti frá henni og KR núna búið að snúa þessu séri vel. 1 stig og yfirbót tryggir KR sigur.
Kemur Gía með aðeins lausari bolta núna að taka við þessu. Slatjana, nei, fyrirgefi, þetta var hún Astrid. Hún setur hann af háhaldinu niður og fagnar þessu gríðarlega. Það er jafnt 25-25. Eins og segja, það er að vinna með 2 stigum. Þannig að það er bara spurning hvort liðið kemur sér í þá stöðu að vera stigi yfir og klárt í að klára þetta. Astrid, bolti hérna sem að Valdís tekur og Elma gerir þetta mjög vel úr þessu, sittar hann á heilunu sem að boltan þægilega yfir. Valdís upp á Elmu, Elma á Pálu afturlínunni, Pála svo langur og út, já. Svo full langur frá Pálu og Álfnesingar hún er að snúa sér svona aftur. Geta klárað þetta með næsta stigi. Já, mikið sveiflur og bara skemmtilegt blak hérna í þessari fyrstu hrinnu. Alveg klárt að bæði lið ætla sér sigur í þessari hrinnu. Astrid, bolti sem að góð móttaka kálinu, Helena, já, ok. Taka við þessu, Slatjana, bombar þessu og hún klárar þetta. Hún klárar þetta 25-27 sigur Álfnesinga í fyrstu hrinnu. Þetta kemur alveg aðeins á óvart þó ég viðurkenni það býr hellingur í þessu liði Álfnesinga og maður vissi það alveg hvað liðið hafa svolítið fyrir þessu en þegar það voru þarna 17-11 yfir þá bjóst maður við að það myndi klára þetta en 1-0 staðan núna fyrir gestina. Sjáum hérna tölfræðina, þetta er stigaskori á kálinu, Helena Kristín með 5 stig, Gía með 4, Nera Mateljan 2, svo er það Heiðrún Júlía og Pála del Olmo báða með 1 stig. Sjáum gestina, þar er stigast Slatjana Smiljanic með 6 stig, Þórdís Guðmundsdóttir með 3, einnig Astrid Eriksson, svo er nú Ragnheiður með 2 og Rósa Isabella báða með 1 stig og já. Það er eitthvað smá klikk hjá okkur, það er Róbert þjálfari skrifað með 1 stig hjá okkur. Það er bara gaman að því. Jæja, sjáum þá tölfræðina í þessari fyrstu hrinnu. Hún kemur upp hér, 25-27 stigur gestana. Aðeins 5 stig frá KA-liðinu eftir smöss og það er óvenju lágt hjá okkar liði. Það eigum sóttarliðina svolítið inni finnst mér, sérstaklega Pálu del Olmo. Jæja, 9 stig hjá gestar eftir smöss, 4 ásar KA gegn 3, KA-lið með 3 laumur gegn 2, 1 blokkstig sikkur megin, 12 stig sem KA skorar eftir mistök á gestunum, 11 sem KA-lið gerir mistök og gestin fá stig fyrir, 4 missaðu uppgjæður á báðanliðum, bæði lið gerir mest 5 stig í röð, KA leiddi með 6 stigum í stöðunni 17-11, en það eru gestin sem vinna og vinna með 2 stigum sem er þeirra mesta fórusta í leiknum. Þannig að já, þetta verður spennandi að sjá hvernig KA-liðið svarar þessu. Það er mega alls ekki við því að tapa einni hrinnu viðbót því að það munar klálega hvert stig núna í toppbaráttunni. Mistu, eins og segi, 2 stig í síðustu leik þegar töpuðu í Oddarinnu fyrir afturheldingu. Það var fyrsti tapleikur KA í vetur og voru fyrir það búin að vinna alla 10 leikir sinni í vetur. En bíðum við spennt eftir næstu hrinnu, tökum við smá pásu, komum svo fersk inn í aðra hrinnu. Jæja, þá er alltaf að vera klárt fyrir næstu hrinnu. Það eru gestirnir sem að byrja, Astrid Eriksson sem að mun hefja þetta. Jæja,
Nú þurfum KR að svara þessu. Pála á Elmu, Elma á Helenu sem að bombar þessu og Astrid nær ekki að stýra þessu. Þetta var fastur bolti frá Helenu og KR skora fyrsta stigið og Helena kom með 6 stig. Það var oft síðan að skora meira en hún gerði í síðasta leik og hún að svara því hér. Elma, það ná að stýra þessu, kemur boltinn á Sleddsjönu sem að reyna að lauma, þetta er Elma klár. Pála hoppa aftur fyrir sér að ná þennan bolta og hér kemur boltinn á Sleddsjönu sem að setur inn í hávörðina. Þessi boltinn inn í leik, kemur Astrid af netinu, Elma alveg með þetta hreinu. Pála af hávörðinni og já, í gólfið, 2-0 fyrir KR. Í fyrstu reynu voru það gestirnir sem komst í 2-0, nú voru það KR-liðið. Kemur Elma fastur bolti sem að Astrid tekur upp og þessi bolti á hárunni og KR-liðið bjargar þessu og þessi enn í leik frábærlega gert. Kemur boltinn á Sleddsjönu sem setur inn á hávörðina og beint í gólfið, frábær hávörðni á Pálu. KR-liðið komið 3-0 og þriðjasti Pálu í leiknum. Já, risa blokkstig. Elma áfram í uppgjöfinni. Hér kemur hún með þetta flottu bolti sem Ragnhildur tekur upp og en finnar Sleddsjönu en hávörðina KR tekur þetta. Reyna að lauma þessu Helena sér við því og kemur boltina Pála af hávörðinni og þessi dettur í gólfið. Það fagnar full snemma gestirnir þarna. En hvaðan það fengu stigið á endanum. Staðan því 3-1, Dýrleif Hanna með fyrsta stigið sitt í leiknum. Þessi var inni, hún var tæpur, Valdís ákvað að láta hann fara og það var greinilega ekki rétt ákvörðun. Það er alltaf gallin við að vera í afturlínunni. Svona ákvarðanir eru annarkvæmt hárréttar eða kolrangar. Það er ekkert þar á milli. Elma upp á Pálu. Pála smassar þessu beint í gólfið. Þetta gerir hún frábærlega. Hnit með að smass. Og það er ekki gott fyrir gestin ef að Pála til Olmo er komin í gang. Elma langur bolti og hann er aðeins og langur og þessi er úti. Nú er staðan 3-4 fyrir KR. Slađena Smiljanić mætti í uppgjöfina. Þessi hún er algjör lykilmaður í liði gestana. Þessi bolti sem hann að tekur við fer yfir netið. Nú er lag fyrir gestina og kemur Ragnhildur með smass af hávörðinni. KR snýr vörðir sótt, kemur nýra. Bombar þessu, hávörðnin, nær ekki að stýra þessu. Þórdís í hávörðninni, myndir svo taka boltan fljótt aftur og setur hann beint svo í spýruna. Þessi var úti 5-3 fyrir KR. Sjáum hvað hún Heiðrún gerir. Þessa uppgjöf í netið. Þetta er 7. uppgjöf sem KR klikkar á í leiknum. Kemur Dýrleif. Hún klikkar hins vegar sinni uppgjöf líka. Þetta er 5. uppgjöfin sem klikkar hjá gestunum. Þá er skipting. Ragnhildur fer út og inn í hennar stað kemur Ísabella Erna Sævarsdóttir. Áfram með leikinn. Þessi bolti á langur, Gía fljóta bjarga þessu en er það að koma boltan yfir? Já, virkilega vel gert hjá Álftnesingum. Komið boltan á neru, hún smassar þessu af netinu.
Og kemur umskubolti frá Ísabellu. Pála nær hún ekki yfir. Og þetta endar í stíi hjá gestunum. Þá skipting á Kavaliðinu. Pála var aðeins að hvíla. Og Sóley mætir inn í hennar stað. Þá Þórdís í uppgjör fyrir gestina. Munar aðeins einu stíi núna. 6-5. Hér kemur uppgjörn frá henni. Nera tekur þetta. Og Gíja svo plaffar þessu niður. Já, flott samspil áfram hjá Elmu og Gíju. Já. Ansi gott að eiga leikmann eins og Elmu klára fyrir utan hóp þegar vantar uppspyrara eftir að meðinu laus yfir Kavaliði. Já, kemur Nera Mateljan með rándirinn ásæðna. Kava komið 8-5 yfir núna. Nera klárlega að fara að hækka meðtalið sitt núna. Var með 5,5 stiga meðtalið leik fyrir hennar leik. Komið 4 núna strax. Þessi bolti hins var í netið. Þá hún Ísabella í uppgjörinu fyrir gestina. Nýlega komin inn á. Þessi bolti beint á Neru. Elma á helinu. Og hún klárar þetta enda að bara rósa sér í hávörðinu mótinni. Það staðið sem að Helena nýtir sér yfirleitt alltaf. Nú verður með 12 hávörðna móti Helenu. Og þetta endar í hörkustíi 9-6 fyrir Káa núna. Þá Gíja mætti í uppgjöfuna. Átti ansi góður uppgjafir í fyrstu hreinu. En þess út hjá henni. Já, það vantar aðeins upp á taktinu Káaliðinu. Þá fer einmitt Gíja út og inn á kemur Líberón Valdís Kapitola. Þessi móttaka hann hún missir boltan í getum fingurna, brauðfingur sem einhver myndi kalla það. Já, þetta ætlar að verða erfitt verkefni hér í kvöld hjá Káaliðinu. Jæja, Nera missir hann yfir og kjölfari dætti boltinn til gestana og kemur Slatjana með smass af hávörðina út og herr bara jafna í 9-9. 3 stig í röð núna hjá gestunum. Já, þetta stefnir heldur betur í hörkuleik og erfitt verkefni hjá Káaliðinu. Eins og segir, búin að tapa fyrstu hreinu, megi ekki tapa einni viðbót því annars fara gestin allavega með stig heimi hér í kvöld. Helena plaffar þessu niður, já. Sú í gírnum í kvöld, 8 stig kominn. 10-9. Og þá Elma í uppgjöfinni. Jæja, kemur bolti hérna. Dýrleif smassar og hún skorar. Káaliðin ekki að stýra þessu. Og Dýrleif jafnar í 10-10. Þetta ekki, hennar annars stig í leiknum. Sjáum hvað hún Rósa Dögg gerir. Bolti sem beint af Valdísi. Elma upp á Heiðrúnu. Það verðist þessu. Káaliði fær aftur síðan sinn. Reynir að lauma hún Helena. Það ná að verðist þessu. Kemur bolti frá Slatjunu. Og hún skorar. Já, hún ótrúlega öflug í því að lesa leikinn hvort henni að smassa eða lauma eða hvað það er. Og hún að koma gestunum yfir. Já, þetta ætlar að verða, eins og segi, erfitt. Helena, jafnar harðan, 11-11. Og þetta sé ekki ómikið pressa á Káaliðinu. Það har alltaf oft verið
að njóta þess meira að spila á leikið sitt. Helena bolta þetta sem að Astrid tekur og kemur Sladjana, bombar þessi Hávarðina út. Já, þetta var sem ég var að segja ótrúlega góða yfirsýn og les leikinn vel. 9 stig komin í henni. Sladjana Smiljanic. Ansi gott að fá hana til liðs við Álftanes. Hárendar kemur þessi uppgjöf frá henni út. K.A. þeir bara jafn 12-12. Þá mætir Gía Guðnadóttir aftur til leiks. Hefur hún með langan bolta, þessi er út. Já, þessi var allt og langur. Það sást fljótt að þessi var út. Já, Dýrleif. Helena, er hún sögur, já, ekki vel gett hjá Elmu að koma skriðin að berga þessi bolta. Svo kemur fast smasata frá Astrid, hindist mér, sem að já, Astrid með sitt 5. stig í leiknum og kemur gesturinn í 14-12. Þær eru heldur betur að býta frá sér hér í kvöld og þessi uppgjöf frá Dýrleif eins og of löng. Þetta keyrir Valdís vel, ísköld að láta hennar bolta að fara. Kemur Sóley, hún er með mjög flottar uppgjafir, þessi fastur bolti. Sladjana missar hann aftur í sig en það ná að bjarga þessu. Hún kemur þægileg boltur í K.A.-liði. Sóley upp á Elmu, Elma hratt uppspil á Gíu. Það ná að koma Hávarðin í þetta. Hún kemur flott Hávarðin K.A.-liðinu, boltin yfir. Helena, Elma aftur upp á Gíu, Gía Hávarðin og niður. Já. Gía og Elma eru alveg ótrúlega góðar saman. Því það þarf þokkalegt samspil til að ná þessu hraða uppspili milli uppspilara og miðju. Sóley, fastur bolti sem Dýrleif tekur við. Kemur Astrid en Sóley mætt. Kemur boltinn á Neru, Nera reynir að lauma en þarna er hún Rósa klár. Kemur Ísabella af Hávarðinu út. Já, Ísabella Erna. Kemur gestunum aftur yfir. Hennar annað stig í leiknum. 14-15 hérna. Jæja, Rósa Dögg, hvað gerir hér? Já, einhver smá reikistefna hérna. Jæja, þá erum við klári í slaginn. Þórdís í uppgjöfinni. K.A. stíu undir. Það finnst hann á að svara sem fyrst. Valdís með fína móttöku. Gía, frábær björgun hérna hjá Þórdísi. Þetta stig. Það er K.A.-lið. Já. Ég sá bara það var hefði dæmt yfirstig en ég sá bara ekki hvoru megin það var. Svo loksins kom bendingin. K.A. jafnar í 15-15. Nera með allt og langa uppgjöf. Já, voru aðeins og fasta bolta í uppgjöfunum hér í kvöld. Já, kemur Heiðbrá inn á í hennar stað og sér þá móttökuna. Kemur inn í afturluna eins og hún gerði í fyrsturinu. Sjáum hvað hún Ísabella gerir fyrir gestina. Bolti sem að Helena tekur. Elma á Helenu. Þar er góð Hávarð. Boltin hann í leik. Gía með fína bolta með Sladjönu. Kemur Astrid og hún skorar. Já. 2 stiga munur núna fyrir gestina.
Þær eru heldur betur að spila flottan leik hérna og þá tekur Miguel Mateo Castrillo, þjálfari KA leikhlé. Já, þetta ætlar eins og ég segi verða ansi erfitt fyrir KA. Álftnesingar eins og það bara búin að spila frábært blag. Já, eins og ég segi, ef að gestinni taka þessa hreinu, þá það komnar allavega með stig út úr leiknum og það myndi þá opna möguleika fyrir afturheldingu á að minnka forskot KA á toppnum. En frekar, það minnku allavega 1 stig í síðustu umferð þegar lögðu KA 3-2 hér í K-mælinu. En KA-liðið allavega áfram í góðri stuðu á toppnum. Þá mætir Paula del Olmo Gómez aftur til leiks. Sóley fer út í hennar stað og Valdís tekur inn á bolta, setur hann Elma upp á Helenu, Helena laumar. Þarna vel gert hjá henni Þórdísi og kjölfarið skora Zlatjana Smiljanic. Þú hefur líka gaman að þessu, maður sé hvað það ótrúlega gaman greinlega að vera í þessu Álftnesingaliði. Zlatjana með 10. stigið sitt. Þær eru 3 stigum yfir hérna. Valdís gerir þetta vel, Elma upp á Helenu, Helenu svolítið aftarlega, setur henni Hávörðina og Hávörðin fer beint í spýruna út. Þannig að KA-liðið minnkar 2 núna, 10. stigið á Helenu. Og Heiðrún mætt í framlínuna. Þessi típiska miðju líberó skipting. Þannig að Valdís fer út núna fyrir Heiðrúnu. Gíja fýtt bolti og þetta ekki nægilega gott hjá Ísabellu. Var kannski ekki viss hvort að taka flegin eða hérna fingirslægi og fekk hann eiginlega bara í óþægilegri hæð þarna. KA-liðið fær því stigið. Gíja aftur. Fýtt bolti en núna Ísabella klár. Kemur Zlatjana, Lena lauma, Pála klár hins vegar. Elma upp á Helenu, Helena smassar þessu. Æja, það ná að berga þessu. Nú kemur boltinn á Zlatjanu á móti. Af Hávörðina út. Já. Zlatjana Smiljanic heldur betur í gírnum í kvöld. Hún og svo Helena hjá okkur að fara fyrir stigaskorunu. 11 stiga Zlatjanu, 10 hjá Helenu. Og Astrid Eriksson. Valdís missir boltan yfir. Nú séns fyrir gestina Zlatjana. Nei, Heiðrún las þetta vel. Nú kemur Helena en næri ekki boltan yfir netið. Og staðan 17-20 núna fyrir gestina. Það vantar aðeins 5 stig til að klára hreinu 2. Og komast ekki 2-0. Astrid áfram í uppgjöfinni. Sjáum hérna 16-19 stig eftir mistök mótið að KA búið að gera 19 mistök eftir 16. Já, Heiðbrá gerir þetta vel. Nú kemur séns boltinn á Helenu. Helena plaffar þessu af Hávörðina út. Það var klárt touch þarna. Og KA minnkar í 2 stig. Hulda Elma Eysteinsdóttir. Nú þurfum við nokkur stig í röð. Fýtt bolti en frábær móttöku á Ísabellu. Þægileg bolti yfir. Heiðbrá. Elma á Heiðrúnu og Heiðrún rétt nær að blaki þennan bolta. Og hennar annars stig í leiknum minnkar í 1 stig. Vel gert. Þetta er kannski ástæðan fyrir að blak heitir blak. Æja, Elma. Þarna var Þórdís klár og kjölfarið náði boltan ekki yfir. KA jafni 20-20, 3 stig í röð. Æja, við skulum bara setja þetta sem ás á Elmu. Það var þetta fyrsta stig í hennar leiknum.
og skipting á gestunum. Ragnheiður Tryggvadóttir mætt aftur til leiks. 3 stig í röð KA, verða þau fleiri. Elva með fínan bolta en Ragnheiður tekur vel við þessu. Nú kemur boltinn með Slatjörnu. Það stórhættulegt, enda setur boltan af hárutinu út. Það virðist ekki geta stöðað Slatjörnu Smiljanic. Hún komið 12 stig í leiknum og Álfnesingar 21-20 núna yfir. Og þá hún Rósa Dögg í uppgjöfinni. Hún rétti við nettið en Valdís tekur við þessu. Nú kemur Helena. Vel getur Astrid og lauma hérna yfir. Og þetta vantaði betri talanda hjá Valdísi og Heiðbrá. Fyrir vikið fer þessi bolti út. Og gestirnir komnir 2 stigum yfir. Dýrleif fær þetta stig, skráða sig. Komið 3 stig. Jæja. Þá kemur gjöf frá Rósu. Þessi uppgjöf í netið. Og þetta 8. uppgjöfin á gesturinn sem klikkar. KA-liðið sem búið að klikka 10. KA-liðið búið að gera eiginlega óvenju mikið af mistökum hér í kvöld. Helena. Fín móttaka þarna. Svo kemur Slatjana að reyna að lauma. Valdís klár. Elma á Pálu. Pála plaffar þessu. Þetta hrikalega vel gert. Slær boltan það mikið til hliðar af því fram í hárutinni og það sem var engin klár. Hún jafnar í 22-22, 5 stigur á Pálu. Nú aðeins 3 stig í að klára þetta. Helena Kristín Gunnarsdóttir. Fínn bolti. Astrid tekur þetta og kemur Slatjana enn og aftur. Hún klárar þetta. 23-22 fyrir Álfnesinga. Þá fer Slatjana Smiljanic í uppgjöfina. Þannig að vantarlega minnkar uppspilið á hana nema við viljum nota hann í afturlínunni. Og þá kemur ástar henni. Heiðbrá ekki að stýra þessu. Og þetta 14. stig frá Slatjörnu og Álfnesingar þurfa aðeins 1 stig núna til að klára þetta. KA þarf 2 stig í röð til þess að jafna. Þá tekur Miguel Mateo Castrillo leikli fyrir KA. Það vonandi að slá Slatjörnu aðeins út af laginu. En KA-lið þarf 2 stig í röð til þess að fá upphækkun. Það myndi nú heldur betur vekja athygli ef gestirnir myndu taka stig hér í kvöld og hvað þá ef þeir myndu bara vinna leikinn. KA-lið alltaf eins og flesti vita Íslandsmeistarar, bikarmeistarar, deildarmeistarar og meistarar meistarana eru í lykilstöðu á að verja deildarmeistaratitilinn en eru hugsanlega að lenda 2-0 undir hér gegn botliðinu. Slatjana með boltan. Heiðbrá tekur þetta missan aftur í sig og Helena þarf að taka langa boltan. Kemur hún yfir, þessi ennþá í leik. Og þetta kláraðir. Þetta hún Þórdís Guðmundsdóttir sem að klára þetta 22-25 sigur Álfnesinga í annar hreinu. Og þær eru komnar með stig sem þýðir það KA-lið þarf núna að vinna 3 hreinur í röð til þess að fá 2 stig út úr leiknum. Já, þetta áhugaverð staðan sem komur upp en eins og ég sagði fyrir leik þá maður alls ekki að afskrifa gestina og það svo sannlega búið að sína sig í kvöld. Hér sjáum við Helena Kristín Gunnarsdóttir 11 stig á KA-liðinu, Gía Guðnarsdóttir með 7, Pála til Olmó með 5, Nera Mateljan með 4, Heiðrún Júlía 2 og Hulda Elma Eysteinsdóttir 1. Hjá gestunum það Slatjana Smiljanic með 14 stig, Astrid með 6 stig, svo Þórdís með 4, Dýrleif 3, 1 Ragnheiður, svo Ísabella Erna með 2 stig og Rósa Dögg með 1 stig. Ég veit ekki af hverju við erum með stig skráða á Róbert Karl.
hann er svo sem flottur þjálfari, hann á alveg stigið skeiði. Næst sjáum við hvernig stigin skiptust í annar hrinnu, sjáum það hér. 22-25 sigur Álfnesinga, þeir komnar í 2-0. KL svo sem bætti sóknina á sér, skoraði 12 stig úr smössum. Það voru bara 5 í fyrstu hrinnu, en gestirnir skoraði 10, 3 ásari KK 3, 1 laumað KK 3, 1 blokkstig sikkur megin. KL skoraði aðeins 5 stig eftir mistök á gestunum, en KL gerir 8 mistök sem að gerir stig fyrir gestina. Og sjáu það allins af þessum 4 mistökum sem gefur KL stig, það eru 4 eftir missetna uppgjöf. Segjum ykkur það að gestirnir hafa verið útrúlega öruggir í sínum aðgerðum. Bæði lið skora mest 3 stig í röð og leiddu bæði mest með 3 í annar hrinnu. En nú er KL komið bakið upp í vegg, 2-0 undir og stelpurnar þurfa að svara fyrir sig. Það hafa alls ekki efni á því að tapa meira heldur en einu stigi þessum leik. Afturræting er búið að vera flott í vetur líka. Eru eins og segi fyrir þessa umferð 4 stigum eftir KL-liðinu og nú er KL-liðið þegar búið að missa af einu stigi í þessum leik. Og það gæti alveg orðið að gestirnir taki bara öll 3 stigin. Þær gera það að vinna þessar næstu hrinnu eða þá 4. ef að verður. Jæja, sjáum að KL gerir eina breytingu. Hún Lovísa Rut Aðalsteinsdóttir er mætt inn í þetta. Hún er númer 9. Jæja, reyna að keyra upp smá stemningu hérna. Stemningin aðalega verið gestamegin til þessa í kvöld. Það er búin að hafa mjög gaman að þessu. Þetta er svo sem eðlilega. Búin að vinna núna fyrstu 2 hrinnunar. Næja, Hulda Elma Eysteinsdóttir. Slatsjana tekur við þessu. Nú kemur bolti hérna frá Dýrleif og gengur eiginlega allt upp hjá gestunum. Maður ætla að fara að segja að þetta væri hálf missetna spil hjá þeim. En Dýrleif gerir vel úr þessu og smettir til boltan. 1-0 fyrir Álfnesinga. Rósa Pála tekur við þessu. Elma upp á Helenu, Helena plaffar þessu á hárninni. Það ná boltanum upp. Og Elma tekur við þessu. Hún kemur boltin yfir á Neru. Nera af hárninni og út. Já. Frábær hávörn en boltinn skoppar út af og KL jafnar því 1-1. Nera Mateljan með 5. stigið sitt hér í kvöld. Jæja, Helena Kristín. Bolti frá henni hérna. Ragnar tekur við þessu, kemur boltinn á Dýrleif og Nera tekur þetta í hávörninni en aftur er boltinn komin að Álftnesingum. Valdís upp á Elmu, Elma á Neru, Nera á hávörninni og það er snúa vörnin sótt hérna. Og hörkusmas sem að Pála næra verjast og frábær vörn þarna hjá Þórdísi. Þórdísi með boltan yfir, beint á Pálu. Elma upp á Helenu úr afturlínunni. Þetta geraði mjög vel, Pála svo smassar þessu. Æja, Ragnheiður með boltan hérna sem að Elma næru upp. Lovísa upp á Neru, Nera. Nei, það bjargar sér til frábært rallið. Hvar endar þetta eiginlega? Slatsjana. Lovísa upp á Neru aftur. Nera bombar þessu af netinu og niður. Já. Bolti skopparna af netinu. Það er erfitt að reikta boltan þannig. Og Nera kom með 6 stig, 2-1 fyrir KA. Það væri gott að ná þægilegu forskoti og klára þessar hrinnu samfærandi. Reyna aðeins að slökkva í gestunum. Þetta er ás frá Helenu. Boltinn skoppar hérna af netinu skemmtilega. 2 stig í raunum sem boltinn skoppar illa af netinu fyrir gestina. Og KL hendir í ás fagnir sitt magnaða.
En þessi uppgjöf frá Helenu eins og bara í netið. Myndunum því aftur 1 stig. Þá Slađana Smiljanic í uppgjöfinu fyrir gestina. Þessi bolti eins og þægir fyrir Pálu. Elma upp á Pálu. Pála. Næja, Slađana klár hérna. Og svo kemur boltinn á Astrid og hún situr hann af netinu. En Kárin að berga þessu og svo í kjölfarið fær Ká þetta stig. Vel gert hjá Pálu til Olmo Gómez. Hennar 7. stig í leiknum. Og þá Gíja mætt aftur í framlínuna. Og Lovísa í uppgjöfinni. Hún koma flott inn í þessa þriðju hreinu. Þá kemur reyndar vissandi uppgjöf frá henni. Hún spara hrósið. Tekja þetta mig. Dýrleif. Hanna fyrir gestina. Þessi uppgjöf sem Pála tekur við. Elma svo upp á Neru. Nera gerir þetta vel en Slađana stýrir þessu var held ég út. Já, þessi var út. Og röngum við spýruna eða antennuna. Og Káaliði fær stigið. Já, 5-3 fyrir Káa og Nera fer þá í uppgjöfinuna. Það væri allt í lagi. Þess að segja að ná nokkru stigu núna og ná að vinna þægilega í þessari þriðju. En þetta svo frábærlega gert hjá Þórdísi. En Nera náði að verða þessu. Ragnheiður svo hérna með boltan út. Já. Helena hljópa eftir þessu ákvað að láta boltan fara. Það var hárrétt ákvörðun. 6-3 fyrir Káa núna. Nera í uppgjöfinni. Fínn bolti sem að Slađana tekur. Og Astrid skorar svo í kjölfarið. Erfiður bolti fyrir Valdísi að stýra þarna. Vel gert hjá Astrid Eriksson. Þórdís mætti í uppgjöfina. Pála missar hann aftur í sig en Helena bjargar þessu og Pála kemur svo með fína bolti yfir. En ok, Nera stýrir þessu vel yfir og kemur Ragnheiður. Boltinn þessi inni, ekki nokkuð spurning um það. 2 stig í röð hjá Álftnesingum, búin að minnka þetta í 1 stig núna. Ragnheiður Tryggvadóttir, 4 stig á henni. Já, maður skildi þá aldrei ætla að gestirnir taki bara 3-0 sigur hér í dag. Það yrði væntanlega með óvæntir úrslitum vetrarins. Gíja á Slađönu. Kemur Ragnheiður nýbúin að skora og skora bara aftur. Segði að Nera var alveg viss hvað boltinn myndi koma en var aðeins á seinna stað. Og staðan því jöfn 6-6. Ragnheiður með 5 stig núna. Og enn því Þórdís í uppgjöfinu fyrir gestina. 3 stig í röð. Á Helena, á Elmu og Gíja fast. Já. Það ekkert að spyrja að því þegar Elma setur upp á Gíju. Þetta mjög vel gert. Káa því aftur komið yfir. 8 stig frá Gíju í leiknum. Gíja Guðnadóttir, fyrirliði Káa. Frábær karakter. Pála Slađana tekur við þessu nú. Og kemur lauma hérna frá Rósu Dögg sem að smell hittir. Þetta var þetta laglega gert. Þetta með skemmtir í stigunum í blækinu þegar menn komið með góða laumur. Þessi var til fyrirmyndar. Það var Ragnheiður mætti uppgjöfina 7-7. Valdís með flotta móttöku. Elma á Helenu. Helena af hárninni. Það bjargaði þessu. Kemur Slađana en hárnin var klár þarna. Setjum þetta á Elmu. Elma og Gíja voru báðar hann að klára.
Og talandi við Gíu, þá hún komin uppgjöfuna núna. Fínn bolti þarna og þetta Ás, frábær bolti frá Gíu og þá kemur þetta magnaða fagn. Já, 9 stig frá Gíu og allavega komið 2 ef ekki 3 Ása í leiknum. Það munar heldur betur það. Komið 9 Ásar að KA-liðinu í leiknum. En Ragnheiður sé við þessu, nú kemur boltinn á Slatjönu sem hann setur hann Hávartinni út. Já, það verðist ekkert geta stöðvað Slatjönu Smiljanic. 15 stig, hvorki meira en í minna komið á henni. Og Astrid í uppgjöfunu kjölfarið. Nú Valdís mætt aftur inn í líbyrastöðuna KA-liðinu. Engin líbýri á gestunum hins vegar. Kemur Elma upp á Helena. Flottur bolti, Astrid nær ekki stýra þessu betur en bara heldur upp beint upp í loft. 13 stig á Helenu. Þá Elma í uppgjöfinni. Fínn bolti, já, meira en bara fínn bolt á magnaðan bolti. Og Astrid nær ekki stýra þessu. Og hann kannski ekki alveg í bestu stöðunni upp að taka við þessu bolta. Þá skipting á gestunum. Ragnheiður fyrir út og Ísabella kemur inn á hennar stað. Elma því aftur eftir hennar flotta Ás. Hann 10. hjá KA-liðinu fyrir í kvöld. Slatjana missir hennar bolta. Já. Þá fáum við þetta magnaða Ásfagn enn og aftur. KA-lið komið núna 4 stigum yfir. Þá tekur Róbert Karl, þjálfari gestanna leikli. 11-6 í Ásum. Það munar það. Samt ekki meira það að gestinir eru 2-0 yfir. En já, 3 stig eru að KA-liðinu þarna og það munar heldur betur það. Nú þurfum við að halda áfram og klára þessa hreinu. Já, eins og ég segi, gestinir þurfa aðeins að vinna innan hreinu upp til að klára hennar leik. Það bara allt of dýrt í toppbaráttunni ef við myndum tapa þessum leik. Hvað þá ef við myndum tapa þessum leik 3-0 eða 3-1, fá ekki stig út úr þessu. Ja, þá leikliði búið. Andrea mætt í líbyrastöðunum á KA-liðinu. Elma. Fínn bolti sem að Slatjana tekur við. Kemur Astrid. Þetta var eitthvað hálf missatna hjá henni. Hún hafi stigið á línuna og auk þess sem hún náði ekki að setja boltan yfir. Og þess að var í afturlínu þá mátti ekki stíga á appelsingulu línu sem við sjáum hérna. Elma enn og aftur. Kemur Slatjana, Hávartin tekur þetta og Slatjana tekur svo kjölfarið og setur hann út. Það kom að því að við náðum að stoppa hana. KA búið að skora 5 stig í röð núna og komnar 6 stigum yfir. Nera Mateljan kom með 7 stig. Elma. Ísabella nær þessu. Þetta erfiður bolti. Kom boltanum hins vegar yfir. Nú er lag fyrir KA-lið. Nera að Hávartinni og Slatjana gerir þetta mjög vel. Fær svo boltan aftur í kjölfarið. Og já, Elma. Pála upp og Nera bombar þessu. Eða bombar þessu. Setur alltaf yfir. Andrea. Elma laumar. Já. Þetta getum við líka. Það getum við líka í KA-liðinu að lauma. 5. stig frá Elmu í röð. Ekki röð fyrir ekki, heldur í leiknum. Og KA kom með 6 stig núna í röð. 7 stigum yfir. Þetta nákvæmlega sem við að biðja um. Vorum hins vegar líka í góðri stöðu í fyrstu reynu. 17-11 yfir. Það dugði ekki. Elma
Flottur bolti, ás frá henni, Ísabella var í vandræðum með bolta. 7. stig hjá Elmu. Það var ekki pláss fyrir fleiri bolta undir Káa nafninu. Þannig að hún setur bara mynda bolta og skrifum 7. 7 stig í röð hjá Káa. Zlatan tekur við, svo kemur boltin aftur á hana og hún setur henni í gólfið. Já, hún heldur áfram að þruma sem boltu niður. 16 stig hjá henni. 16-9. Kemur hún Rósa með boltan hérna sem að Valdís tekur, missar hann eins og langt, en vel getur að Helenu og náða að berga þessu, en tvíslag á Káa-liðið. Já, þetta er ekki alveg nóg gott. Og Álftnesingar komið 2 röð núna. Við vitum það allavega að þær gefast aldrei upp. Við sjáum að Heiðrún Ómarsdóttir er komin hjá gestunum. Valdís tekur hann að bolta, en missir hann nú langt frá sér. Og Nera nær ekki að hlaupa eftir þessu. 5 stiga munur núna. Ás hjá Rósu. Rósa aftur, þessi bolti eins og Pála með. Boltin á Helenu, Helena. Já, þetta gerir hún mjög vel. Í staðan fyrir að bomba bara eitthvað. Þetta fyrir bara lausari bolta og nákvæmlega hann stað sem að þurfti. 14 stig á henni. Hún reynir að halda yfir Zlatjönu í stigaskoruninni. 17-11. Helena, já, flottu bolti, en frábær móttaka þarna hjá henni Heiðrúnu. Boltin svo kjölfarið þarna á Andra tekur hann. Kemur boltin yfir á Pálu. Pála reynir að lauma, setur hann of lítið kraft í þetta. Það er aftur 5 stiga munur. Já, það skipta þeir aftur Andri og Valdís, líbróðarnir. Pála nær ekki að stýra þessu nægilega vel og þetta er ás hjá Zlatjönu Smiljanic. Já, hún er eiginlega allt í öllu hjá gestunum. Þá kemur Sóley Karlsdóttir inn í Káa-liðið. Pála hvílir aðeins. Jæja. Zlatjana getur boltan beint á Sóley, en Sóley er klár í slaginn eins og þar. Og Lovísa setur hennar bolta eins og þar út. Já, 3 stiga munur núna. Ég segi þær gefast alls ekki upp gestirnir og eru þar aftur að ná að snúa erfiðri stöðu sér í vil. Skildi þó aldrei verða. Jæja, Zlatjana. Sóley boltan upp hérna á Elma og Nera setur hann ekki yfir. Nú er allt í núna 2 stiga munur. Hvað er að gerast í Káa-liðinu? 4 stig í röð hjá gestunum og staðan orðið 17-15. Þá tekur Miguel Mateo Castrillo, þjálfari Káa leikhlé. Það skildi svo sem engan undra. Þetta er ekki búin að alveg okkar kvöld hér í kvöld, en á saman tíma mikið hrós til gestana. Það var mætt bara mjög vel til leiks og hvergi bangnar við að gefa Káa-liðinu alvöru leik. Og eins og ég segi, ef það er vinna þessa 3. hreinu, þá er það búin að klára leikinn 3-0 og fara þá heim með öll 3 stigin. Jæja, þá er leikliðinu að ljúka. Liðin að gera sig klára í að halda áfram hérna. Zlatjana Smiljanic áfram í uppgjöfun fyrir gestina. Komið með 17 stig í leiknum, hvorki meira en minna. Jæja, þá eru Sóley, Valdís og Helena klárar í afturlínunni. Taka við þessum bolta.
Býðum enn það eftir flautinu fyrir hana Slatsjönu. En já, ótrúleg endurkoma gestana í fyrstu hrinnu. Það voru 17-11 yfir, 17-11 undir minna. Eru þær að fara að endurtaka leikinu verið það sko var staðan hvað, 16-9 áðan. Þannig að það var 7 stiga munur áðan. Næja, þá kemur flautið. Slatsjana kemur boltan. Sóley gerir þetta vel að Elma upp á Neru. Nera þetta fýtt bolti og hún setur henni háðuna niður. Já. Náum að höggva hérna á hnútinn. Og Nera Mateljan með 8 stig. Þetta er heldur betur að telja þessi stig hjá henni. Og þá er skipting í KA-liðinu. Lovísa út og inn kemur Amelia Ír. Hún fær strax færi frá mömmu sinni. Hún er ung og efnileg stelpa, verður 16 ára á árinu og þetta held ég alveg örugglega rétt hjá mér fyrsti leikurinn að vera með meistaraflokk og kemur með fína uppgjöf, já, vel gert hjá henni. Og svo kemur boltinn það sem að Helena tekur, boltinn á Helenu í afturlínunni, fýtt bolti, Slatsjana tekur þessu, boltinn á Anna Þórdísi sem að næri ekki betra spasi þetta og Sóley of langt, setur hann út. Og aftur 2 stiga munur. Já, KA-lið að gera aðeins svo mikið af mistökum. Þá kemur Valdís aftur inn. Það býður hann eftir skiptingu á gestunum. Heiðrún fer út og inn kemur Astrid Eriksson. Það er spurning hvort að bróðurinnar Sóni Eriksson sé að horfa á leikinn. Það var jóskandi. Dýrleif Hanna í aukinu fyrir gestina. Hvað gerir hún? Þessi bolti á Valdísi og Helena svo kjölfarið upp á Sóley. Sóley með þægilega bolta. En Rósa missar hann svolítið aftur í sig og í kjölfarið kemur vantarlega góður boltur í KA-liðinu. Nú kemur Elma upp á Neru. Nera plaffar þessu en vel gert hjá henni Rósu. Kemur Helena upp á Elmu. Elma tilbaka á Neru. Það er verið þessu. Nú kemur boltinn á Ísabellu. Nei, boltinn fór yfir netið og þarna sló Nera boltan og frábær háðin KA-liðinu. Hvar endar þetta eiginlega? Kemur háðin frá Sóley og Sóley svo með þægilega bolta yfir. Svo kemur miðjusmast þarna frá Astrid. Og já, kemur loksins stigið. Það er KA-megin. Nera Mateljan í háðina út. KA 19-16 yfir. Við þurfum að klára þessa hrinu. KA-liðið með baki upp í vegg. Þá er skipting á gestunum. Ragnheiður inn í staðan fyrir Ísabellu. Sjáum við svo Andrea Þorvaldsdóttir er mætt í líbero-stöðunni á KA-liðinu. Valdís var hans að hvila. Það er aðeins verið að skipta þessa milli sín. Það er Andrea og Valdís. KA-lið vantar 6 stig til að klára þessa þriðju hrinu og koma sér aftur inn í þetta. Nera. Boltinn á Slatsjönu og kemur boltinn svo á Ragnheiður. Ragnheiður af hávörninni að Sóley. Boltinn skýst út af. Það var Sóley svo sem að horfa til stað. En auðvitað alltaf erfitt að taka boltan þegar fyrir af hávörninni. Erfitt að lesa í það bolta. Og staðan 19-17 núna. Þórdís. Hvað gerir hún fyrir gestina? Það eru búin að ná að minnka forskot KA en þá tekist það munur með Nera. En þessi bolti og neðarlega og munur núna orðin 1 stig. Á maður að trúa því að það ná að snúa þessu aftur sér í vil. Álftnesingar
Þórdís því aftur í uppgjöfinni. Komið 2 stig hjá gestunum. Þessi bolti, þessi var tæpur og skjótast yfir. En í staðinn kastast tilbaka og KA-liðið fær hérna stigið 18-20. Það var 2 skipting á KA-liðinu. Pála inn fyrir Sóley og Nera út og inn kemur hún Heiðbrá. Svo vantar líka lífbaraskipting, skiptum með þessir Andrea og Valdís. Þetta var eiginlega 3-skipting, nógum að vera. Nógum að Nera kannski frekar. Jæja, Pála til Olmo í uppgjöfinni. Þessi bolti, fín móttaka, kemur Ragnheiður á hávörðinni, Pála klár. Boltinn svo á Helenu, Helena af hávörðinni og út! Já. 21-18, 15. stig frá Helenu. Eins og við höfum lagt í van okkar hérna í KA-TV, þá segjum við þetta sé einfallega vel lesi í hávörðina, menn setja hann í hávörðina út. Kemur Pála. Skoppar á netinu en Slatsjana nær að stýra þessu. Já. Andrea var eftir stað þarna. Helena setur boltan yfir. Kemur boltinn á Astrid. Astrid er hann út! Þetta er rándýrt fyrir gestina. Nú er KA komið 4 stigum yfir og vantar 3 stig til að klára þessa þriðju hrinnu. Það taka smá liðsfund núna. Það er bláklæddu. Þá tekur Róbert Karl, þjálfari Álfnesinga leikhlé. KA komið 3 stig í röð og eitthvað þarf Róbert að koma með til þess að bregðast við því. KA vantar aðeins 3 stig núna til að klára þetta. Jæja, nú skiptir öllu máli að bara halda áfram og bara ekki bjóða upp á það að gestin komi tilbaka inn í þetta. Jæja, Pála del Olmo Gómez í uppgjöfinni áfram. KA 4 stigum yfir. Hér kemur boltinn frá Pálu. Og taka vel við, svo kemur Ragnheiður í smassið á hárninni á KA-liðinu. Vel gert, Elma tilbaka á Pálu. Pála og hún er að skora. Já, þessi bolti var á verðu fyrir Þórdísi. Og KA-liðið núna 2 stigum frá því að minnka í 2-1 og halda sér á lífi í þessu. Engin ástæða til að slaka eitthvað á og hafa líka enga við nefnaði. Pála. Það er hún ekki yfir. 23-19 en er von hjá gestunum á að klára þetta 3-0. Það er hún Ragnheiður sem fer í uppgjöfina. Hér kemur hún. Heipar á Elmu og Pála úr afturlínunni og þessi bolti. Bolti fór þarna yfir nettið en Gía náði ekki að gera sér nógu mikið mat úr þessu. Og þetta endar í stíð hjá gestunum. Það er búin að skora núna 2 röð. 20-23. Ragnheiður áfram. Þessi bolti er of langur en það hélt það, Heiðbrá tekur hann. Pála laumar en þannig er Slatsjana klár og nú í þetta skiptið er Gía klár og hún klárar þetta. Já. Lovísa mætir aftur til leiks. Komin í framlínuna. Öflug á miðjunni. Og talandi miðju, þá er Gía núna í uppgjöfinni.
Þessi bolti fínn, Ragnhildur tekur við honum, kemur boltinn á slatsjönu, hún reynir að lauma, Pála tekur hann, Elma upp á Helenu, Helena blaffar þessu af hárninni og þessi enn á lífi, slatsjana, Pálu, Elma upp á Helenu, Helena klára þetta, já, hárninu út og KA minnkar í 2-1 með 25-20 sigri. Þetta var lífsnauðsynlegt hjá stelpunum. Já og þetta því það við fáum meira blak hér í KA-menninu í kvöld. Kíkjum á stigaskorið, sjáum hérna KA-lið Helena Kristín Gunnarsdóttir með 16 stig, Gíja Guðnadóttir með 10, Nera Mateljan með 9, Pála Del Olmo 7, Hulda Elma Eystadóttir með 6 og Heiðrún Júlía með 2 stig. Oft dreifst meira stigaskorið, hvað það? Sjáum gestina, Slatjana Smiljanic með 17 stig, Astrid Eriksson með 8, Ragnhildur með 5, Dýrleif Hanna 4, einnig Þórdís Guðmundsdóttir, Rósa Dögg með 3 stig, Ísabella 2. Kíkjum þá á hvernig þessi þriðja hreina spilaðist sem KA-liðið vann þennan lífsnauðsynlega sigur 25-20. Að staðan orðin 2-1 fyrir gestina. 10 smössar KA-liðinu gegn 5. Sóttanlínan KA-liðinu komast betur í gang en það búið að draga svona aðeins úr hjá gestunum. Hvað smöss var allavega? 4 ásæði KA gegn 1, 3 laumir KA gegn 2, 2 blóstig hjá KA-liðinu gegn 1. En KA-liðið eins og var að gera fleiri mistök. 10 stig sem gestinni fá eftir mistök á KA-liðinu gegn aðeins 5. 3 mismunandi uppgjör á KA-liðinu. En já, KA-liðið skora mest 7 stig í röð, þá hélt maður að það hefði búin að gera út um þetta. En það er komið tilbaka áltlýsingar, það dugir ekki núna sem betur fer og þess vegna er þessi leikur enn í gangi, 4. hreina framöndan. Við kannski kíkja örstutt á leikinn í heild sinni, 25-27 fór fyrsta hreinan fyrir gestina, síðan unnið 22-25. KA-liðið svarar núna loksins með 25-20 sigri. KA-liðið er núna búið að taka yfir í stigaskori úr smössum, 27-24, 11 ásæri KA gegn 7, bæðilið með 7 laumur, KA-liðið með 4 blokkstig gegn 3, 22 stig sem KA skorar eftir mistök á gestunum, en 29 hinum megin, það er bara of mikið. Og sjáum við að KA-liðið skora mest 7 stig gegn 5, KA-liðið mest leitt með 8 stig með leiknum, gestin aðeins mest leitt með 3 en eru samt ennþá enga sigur í dauðafæri á að klára þetta. Enda er KA-liðið áfram með baki upp í vegg. Við erum með baki upp í vegg segi ég, enda ef það tapa þessari 4. hreinu þá myndi það þýða það að gestinni fari heim með öll 3 stigin. Þá skiptir þessi sigur í þessari 3. hreinu engu máli í rauninni. Þannig að stelpurnar þurfa áfram að berjast fyrir sínu, tryggja 8. hreinu. Þá er klári í 4. hreinu, þannig kemur bolt fyrir Astrid og það er Ás, Valdís. Það er ekki að stýra þessu og kannski full aftarlega og Álftanes tekur fyrsta stigið. Astrid er áfram í uppgjöfinni. Bolti frá henni, beint að Pálu, Pála gerir vel, beint á Elmu og þetta kemur Helena, bombar þessu á háutinu niður, já, jafnir 1-1. Helena með sitt 17. stig í leiknum. Það er búin að vera mikið að fylgjast með Blacklið Splices á undanförnu. Hún hefur vantilega lært ýmislegt þar. Kemur Elma. Flottur bolti sem Ísabella tekur við. Kemur boltinn á Slatsjönu en Hávartin tekur þetta og Slatsjana kemur þessu boltan yfir í kjölfarið. Vel gert í gestunum. Kemur Helena, plaffar þessu. Já. Kemur KA í 2-1, 18. stigið og Helenu heldur betur að standa sig hérna.
Elma núna flottu bolti, Isabella missir hann full langt og Helena reynir að klára þetta en það verðast þessu, kemur Helena aftur reynir að lauma á, já, hún klárar þetta. Þetta bara hárrétt, Helena funheit núna. Það að gera að finna hana bara sig oftast. Kemur Elma. Isabella missar hann nóg langt hérna. Og kemur boltinn á Nera plaffar þessu út, þessi var út. Já, engin snerting var Astrid, hún hætti við á síðustu stundu. Þá hún Rósa Dögg í uppgjöfinni, sjáum hvað hún gerir. Þessi bolti eins og var ekki yfir, KA-liðið því áfram 5 stigum yfir, 4-2. Frábær uppgjöf hérna en frábær móttaka líka við Ísabellu. Hún kemur boltina svo frá Slatjörnu að háurðina út. Þetta bara gerast ansótt í kvöld. 18 stig hjá henni. Þessi er ekki jafnar Slatjana og Helena að stigum. Slatjana boltan beint á Pálu. Elma upp á Nera. Já. Setur hann í háurðina hjá Dýrleif. Man ekki að stýra sér betur. Hendina boltið bara beint niður í gólf. 5-3 fyrir KA. Nera kom með 10 stig. Hún er að koma rosalega skemmtilega inn í KA-liðið. Þetta er hennar 3. leikur með liðinu. Hún kom núna 3 áramót. Boltinn hérna á Þórdísi og Howard tekur þetta. Var þetta ekki setjum við bara á Gíu. Það var ekki alveg viss hvort það var Pála eða Gíja sem tók hana bolta. En 6-3 fyrir KA, þá tekur Róbert leikhlé fyrir gestina. Já, ætli KA-liðin á að snúa þessu. Það væri allavega óskandi. Það myndi ná að jafna og fá þannig oddahreinu. Þá myndi maður ætla að vonast til þess að þá væri allt með þeim í oddahreininni. Þá fóru við þessu ekki þannig á móti afturheldingu núna á dögunum. Afturhelding komst í 2-0. KA-liðið jafnaði 2-2 en í oddahreinu voru gestirnir einfaldlega sterkari. Jæja, þá heldur leikurinn áfram hérna. Isabella af háorðninni út, sýtur hann í Neru. Jæja, þær gefast að sjálfsögðu ekkert upp hérna, Álftesingar. Þetta hafa engu að tapa. Jæja, kemur Dýrleif með boltan sem að dettur hann einhvern veginn beint niður og einhver smá misklingur á KA-liðinu. Gíja tekur hann en missir hann beint út og þetta er ásjá henni Dýrleif. Hennar 5. stig í leiknum. Valdís, Nera bjargar þessu og Helena svo með boltan yfir í kjölfæri. Nú er eins og að laga fyrir gestina og kemur hörkusmarsmaður frá Astrid. En KA-liðið bjargar þessu, þarna var einhver misskilningur. Og þessi endar í gólfinu og gestir bara jafn í 6-6. Já, Hulda, Elma fyrirgefið og Helena voru ekki alveg viss hvor ætti að taka boltan. Helena var klálega í betri stöðu til að taka boltan. Þetta er alltaf venjan að uppspilari taki boltar með 2. En þessi bolti frá Pálu er út og nú eru Álftesingar komnir yfir 4 stig í röð af þeim núna.
Leiklið hjá Róberti að skila sínu 4 stig í röð. Kemur Dýrleif enn með boltan. Helena tekur við þessu, Elma upp á Pálu, Pála upp núna. Hávartinn tekur þetta og Sladjana með boltan yfir, Gíja upp. Og boltinn endur að Pála, Pála frábærlega gert. Smassar þetta vel til hliðar eins og hún getur svo vel. Jafnar í 7-7. Það gerði hún líka fyrr í leiknum. Stál í stál hérna núna. Eins og sem allar hreinundar í þessum leik. Kemur boltinn á Ísabellu en Helena gerir þetta vel. Boltinn á Pálu, Pála hátina út. Já. Káa komið aftur yfir. Þetta er vel gert. Þurfum bara að halda áfram að hamra járnið. Kemur önnur uppgjöf frá Neru. Langur bolti og það ser út. Þannig að við erum aftur með jafnan leik. 8-8 núna. Þórdís með uppgjöfina beint á Helenu. Elma upp á Pálu, Pála, þetta var vel gert hjá Elmu að koma boltan á Pálu þarna. Fyrir Ísabella á Hávartinni og frábær hávörð þarna. Já, var því hún Gíja sem tók þetta. Gíja og Elma voru báðir í Hávartinni. Vel gert 12. stig hjá Gíju. Guðnadóttur fyrirliða Káa. Pála til Olmó núna. Þessi bolti. Já, og þetta beint á hana Þórdísi en þeim tókst ekki að koma boltanum yfir. Og hann Sladjana held ég að kenna Þórdísi hvernig hún á að taka móti þessu. Það grunar mig samt að Þórdísi hafa nú tekið bagger eða fleig ansi ofta á sínu ferli. Kemur Astrid, Hávartin hérna fín. Nú er laga fyrir Káaliður, komið Helena, laumar en Ísabella tekur þetta. Kemur boltinn á Dýrleif, Valdís klár, kemur Helena, fínt hjá henni, kemur Ísabella og hún klárar þetta, það gerir hún mjög vel og staða núna 10-9. Pála, Nera var klár hérna. En áfram með þessi bolti í leik. Nú kemur Sladjana af Hávartinni. Álftanes ennþá með boltan. Þórdís, Nera tekur þetta. Og í kjölfarið þær skora jafn í 10-10. Já, þessi uppgjöf beint aftan í hausinn á Astrid. Já, Astrid ekki það háisinn að hún hafi verið fyrir. Þessi bolt var aldrei að fara yfir. Káa aftur stigi yfir, 11-10. Gíja Guðnadóttir í uppgjöfinni. Bolti beint á Ísabellu og hérna reynir hún Rósa að lauma, gengur ekki. Káa núna 12-10 yfir. Gíja áfram uppgjöfinni. Meðan alltaf engin lípur á Káa-liðinu. Miðjan í uppgjöfinni. Fýtt bolti, Ísabella tekur eins og vel við þessu. Kemur boltin yfir á Sladjana á Hávartinni og sitt bolti enn í leik. Boltin aftur á Sladjanu. Hún reynir að lauma og hún gerir það. Já. Sá það, hún var aldrei farin á að smassa hana. En hún laumar bara og hún skora sitt 19. stig í leiknum. Hvorki meira en minna.
Astrid Eriksson núna í uppgjöfinni, hvað gerir hún? Þessi bolti lúmskur en Pála tekur hann. Lófisa kemur svo yfir, kemur boltinn Slatjana, Slatjana skorar. Heldur betur mikilvæg í þessu liði Álftnesinga. 20 stig hennar og jafnari 12-12 í þessari 4. rinu. Æja, þessi bolti skoppar á netinu yfir en Káliðin er að halda svo lífi. Helena plaffar þessu, já. Af hárutinu niður, þetta er vel gert, 13-12. Kálið heldur áfram að leiða. Það getur verið mikilvægt að halda gesturum alltaf fyrir aftan sig. Það getur verið útrúlega erfitt að vera endalaust að elta. Kemur Elma. Nær hún ekki yfir eins og við erum áfram í jöfnuleik. 13-13 núna. Sjáum hérna K.A. búið að klikka á 15 uppgjöfum gegn 11. Pála tekur við. En missir hann yfir. Nú kemur hörkusmassa þarna frá henni Þórdísi. En K.A. liði verðt þessu. Nú kemur lauma frá Helenu og Helena skorar. Já, ég fannst það eiginlega að vera yfirst í hjá Þórdísi hérna áðan. En það skiptir ekki máli. Helena skorar bara í kjölfari. K.A. liði 14-13 yfir núna. 21 stig á Helenu. 9-9 laumum. Æja, þetta er stál í stál á öllum vígstöðum. Helena með langan bolta, þessi er ólangur. Já, 14-14. K.A. búið að klikka núna á 16 uppgjöfum. Hins er búið að skora 12 ása. Það er alveg að gefa einhver stig líka að vera að reyna að koma með þessar erfiðu uppgjafir. Kemur Pála til Olmó en Slatjana góðum stað hérna og kemur Isabella og hún er ofurlangt smass hérna. Smassaði boltan svolítið neðarlega og fyrir vikið skust þessi ofurlangt fyrir hana. K.A. liði áfram, stigi yfir. En þetta er heldur betur stál í stál þessari 4. hreinu. Má ekki gleyma því að gestirnir, ef þær vinna þessar hreinu, þá fá þær öll 3 stigin í leiknum. En ef að K.A. lið vinnur, þá fyrir Oddarhreinu, þá fá bæði lið allavega 1 stig. Það lið sem vinnur Oddarhreinu fær svo 1 í viðbót. Já, sjáu þið hávörðin hjá Pálu. Þetta gerði hún mjög vel. Hennar 11. stig í leiknum. Og 7. blokkstig K.A. liðsins í leiknum. Þá skiptingin K.A. liðinu Lófisa út og inn kemur Sóley Karlsdóttir. Og Sóley fer í uppgjöfina. Hún er heilt með mjög flottar og ákveðnar uppgjafir. Hér kemur hún. Þetta er fínt bolti. Slatjana tekur hann mjög vel við þessu. Kemur Ragnheiður. Hávörðin fín. Og K.A. liðin er að snúa þessu sér vel. Og kemur Pála. En fín hávörðin. Já, K.A. liðin kemur sér yfir. Sóley gerir þetta vel. Og Gía þar áður. Og þessi bolti svo út frá Ragnheiði. K.A. liðin fær stigið. Vá, þessi björgun hjá stelpunum og Sóley sem er boltan af netinu yfir var algjörlega til fyrirmyndar. 17-14. Það væri geggjað að K.A. liði myndi núna ná að knýja fram þessu 8 hreinu. Sóley aftur, þetta er fínn bolti. Astrid tekur eins og vel við þessu aftur og kjölfarið tekur Elma boltan hann af, fer eins og verið yfir netið, kemur Ragnheiður. Sóley tekur vel við þessu, kemur Elma upp á Nera plaffar þessu, en vel getur Astrid og þessi, þetta er búið núna. Boltinn frá Astrid aðeins og langur, endaði netinu og fyrir vikið lengt verið vandræðum. Staðan 18-14 núna fyrir K.A. Og þá tekur Róbert Karl leikhlé fyrir Álftnesinga. 4 stig í rauða K.A. núna að búið að jafnt á
þó nokkur tölum í röðu þarna. Ándur stafa 14-14, hann kom þessi 4 stig í röðu af KA-liðinu. Og stelpurnar eru 7 stigum frá því að tryggja Oddahrynu. Það skiptir öllu máli að KA getur náð Oddahryninu og vinna þar. Fá þá allavega 2 stig út úr þessu eftir að hafa lent 2-0 undir í leiknum. Þeim sem segir, stelpurnar eru að sjálfsögðu harð ákveðnar í því að verja deildarmeistaratitilinn sinn. Búin að vinna 10 leiki í vetur af 11. Tapið 3-2 gegn Aftureldingu síðustu umferð og svo var 1 leikur sem er unnu í Oddahrynu. Það eru með 30 stig af 33 mögulegum. Hann tapa allavega stig hér í kvöld. Það er allavega orðið ljóst. Jæja, 18-15 Dýrleif Hanna í uppgjöfinni. Hvað gerir hún hér? Ja, en það kemur boltinn loksins. Valdist upp á Elmu, Elma á Neru, Nera plaffar þessu og já. Fram hjá hávörninni og afturlínan sá þennan bolta aldrei. Þá það fast. 11 stig á Neru. Og hún er búin að tvöfalda stigaskorið sitt í vetur. Frá þessum fyrstu 2 leikjum. Svo var 5,5 stiga meðal í leik. Þá er Heiðbrá mætt í uppgjörina. Mikilvægt að koma boltanum yfir. En hún nærði ekki því miður. Og staðan því 19-16. 18. uppgjörinu KA-liðin sem að fer forgörðum. Það er dýrt. Jæja, sjáum hvað Þórdís gerir. Hérna kemur boltinn frá henni. Boltinn út hins vegar. Já, Pála með þetta alveg á hreinu. 20-16. Skulum við svo alls ekki afskrifa gestina. Þar hafa komið tilbaka oftar en einu sinni, oftar en 2 í þessum leik. Pála del Olmo Gómez. Fít bolti, en Þórdís tekur við þessu. Hún kemur boltinn á Astrid. Pála nær nú að gera ágætlega úr þessu, en það vantaði samherja þarna. Og staðan heit 20-17. Astrid Eriksson kom með 10 stig. Já, Heiðbrá gerir þetta mjög vel. Kemur boltinn á Helenu, Helena. Og þessi bolti út, þessi Björgun algjörð til fyrirmyndar hérna hjá Þórdísi og boltinn er ennþá í leik. Hvað gera þeir hérna? Kemur boltinn á Slatsjönu, Heiðbrá tekur þetta. Og lauma frá Elmu, já. Þarna bjögust til allir við uppspilinu frá Elmu, en þá kom lauman frá henni. Þetta var frábært 7. stig hjá Elmu. Hulda Elma Eysteinsdóttir. Hún var einmitt kjörin blakkona KA á síðust ári. Hún einmitt var mögnuð á síðustu leiktíð og er komin aftur núna. Þetta er magnaður ás hérna á Gíja Guðnadóttir. 13 stig á henni og eins og ég segi, búin að vera öflug í uppgjöfunum. Hún heldur áfram í uppgjöfunni, 22-17 fyrir KA núna. Gíja, þessi bolti sem að Þórdís tekur við og þarna vantar einhvern talanda hjá gestunum og þessi bolti dettur í gólfið. 23-17, nú trúi ég ekki öðru en að KA-liðið klára þetta. 2 stig sem vantar núna til að klára þessa 4. hrinu. Þá kemur skipting, Ragnheiður út og inn kemur Ísabella.
Jæja, Gía áfram með smjörið, kemur bolti frá henni og þessi móttaka hjá Dýrleif erfið en þær koma boltanum yfir. Gía upp á Elmu, Elma upp á Helenu, Helena plaffar svo á hárninni en þær snúa vörninsóttina, boltinn upp á Slatjana, Slatjana af hárninu niður. Þetta er ekki búið, 23-18, 21. stíð af Slatjanu Smiljanic. Það var aftur skipting á gestunum. Dýrleif Hanna út og inn á hennar stað kemur hún Heiðrún Ómarsdóttir. Jæja, Astrid Eriksson með þennan bolta sem að Heiður bara tekur vel. Pálur afturlínunni. Það er ná að vera þessu, kemur boltinn væntanlega þægilega yfir Slatjana. Heiðbrá, já. Hulda og Lovísa. En það er að verðast þessu, kemur Slatjana. Frábær hávartni á Elmu. Svo kemur Þórdís með þennan bolta sem að káliði verst. Hvar endar þetta stig? Það endar hjá gestunum. Tvíslag á káliði. Já, Matti hefur ekki samanlega þessu. En breytum þess ekkert núna. 23-19, 2 stig hjá Álftnesingum. Það er eiga ennþá séns. Þá kemur þessi uppgjöf frá Astrid. Þetta er rándýrt í þessari stöðu. 24-19 núna. Þetta er rándýrt eins og ég segi. Þá kemur Elma út og þetta var skemmtileg skipting. Hún Amelia, dóttirinnar, kemur inn í uppgjöfina. Það væri nú geggjað, hún myndi klára þetta. Þess að segja, hún er 15, verður 16 ára á árinu. Hvergi bangin hérna í leik í efstu deild. Þessi bolti, aðja, þeir taka við þessu og reyna að lauma og við erum bara að reyna, það skora bara. 24-20. Og nú þurfa þær 4 stig í röð í viðbót. Það er ætla að fá upphækkun. Rósa með boltan. Pála tekur við. Amelia á Heiðbrá og þessi bolti þar er vandræði með koma boltan svo yfir. Pála. Amelia upp á Helenu, Helena plaffar þessu og þessi bolti er enn í leik en Káliði er að þjarma að gestunum. Amelia núna upp á Helenu aftur, Helena plaffar þessu og það er að verjast þessu boltin yfir til Káliðsins og Lovísa en það er verjast þessu. Kemur Slatjana og með vandræði og Káliði vinnur 25-20 aftur sem þýðir að við erum að fara í oddarhinu. Káliði kom með stig og getur bætt öðru við. Já. Þetta er magnað, stelpurnar gefast aldrei upp og það skiptir öllu máli. Hér sjáum við stiga skorunni á Káliðinu. Hérna, Helena Kristín Gunnarsdóttir 21 stig, heldur betur magnað leikur hjá henni. Gía Guðrúndóttir einnig með frábæran leik 13 stig, Nera Mateljan 11, einnig Pála til Olmo Gómez, Hulda Elma Íslandsdóttir með 7 og Heiðrún Júlía Gunnarsdóttir með 2 hjá gestunum. Sjáum Slatjana Smiljanic einnig með 21 stig. Þetta er eiginlega bara sýning hjá þeim Helenu og Slatjönu. Svo er Astrid Eriksson með 10, Dýrleif Hanna með 5, einnig þar Ragnheiður og Rósa Dögg. Svo eru Þórdís og Ísabella báðar með 4 stig. Skulum gleyma þessu stigi sem við höfum sett á Robert. Hann er búinn að standa fyrir sínu, frábær leikli hjá honum. En við skulum kíkja á tölfræðina í þessari 4. hreinu. Hér kemur hún, 25-20 sigur Káliðsins. Önnur hreinu rauð sem Káa vinnur 25-20. 7 stig á Káa og Smassi gegn 6. Það var óvenju jafnt núna. Káa liða búið að gefa heldur betur í hvað var að Smössin. En 2 ásar sikkur megin, 3 laumur.
3 blokksteg á Kávalinn gegn engu. Hins vegar farin að vera fleiri mistök hjá gestunum. 10 núna í þessari hreinu gegn 9 og sjá Kávalið klikkar á 5 uppgjöfum, gestunir 4. Bæði lið skoruðu mest 4 stig í hreinurinni í röð þar að segja. Káa leiddi mest með 6 stigum, vinnur 5 stiga sigur en Álfnesingar leiddu mest með 1 stigi. Þannig að sjáum við einmitt tölfræðina í leiktum til þessa. 25-27, 22-25 sigrar Álfnesinga í fyrstu 2 hreinunum en 25-20 og 25-20 sigrar Káa í hreinu 3 og 4. Sjá til þess að við erum að fara í 8 hreinu og svo hreina upp í 15. Þannig að það fer að líða að lokum í þessari blak veislu kvöldsins. Annar leikur Káaliðsins í röð sem fer í 8 hreinu. Síðast einmitt gerði stefnuna frábærlega í að knýja fram 8 hreinu gegn afturheldingu en virti svo vera sprungna þegar að kom í 8 hreinuna og hún tapaðist 15-7. Nú eins og að vonast til að stelpurnar ná að klára þetta. Það eins og hjálpar ekki gestunum. Þær eru aðeins með 8 leikmenn á skýrslu. Það hafa líklega ekki verið með líberóskiptingar. Þannig að það aldrei að vita að Kávalið sé megi meira eftir á tangnum. En það kemur bara í ljós núna þegar þessi 8 hreina byrjar. Já, alltaf verða klárt í 8 hreinuna. Kávalið byrjar þetta. Það reynslu kempan Hulda Elma Eysteinsdóttir sem að byrjar þetta. Kemur þessi bolti, Slatsjana tekur við þessu, kemur boltinn svo frábær háur, boltinn fór beint og Dyrleif, þarna var Helena Kristín Gunnarsdóttir klár og Helena Kristín með sér 20 og annað stig í leiknum, frábærlega gert, 1-0 fyrir Káa. Þegar annað liðið kom upp í 8 stig þá skipta liðinum vatarhelming. Það getur alltaf verið mikilvægt að vera liðið sem að nær 8. stiginu. Fín hávörn en boltinn skoppar út og Slatsjana Smiljanic jafnar því aftur Helenu. 22 stig á þar báðar. Já, þetta búið að vera algjörlega frábær leikur hjá toppliði Káa gegn botliði Álfnesinga. Og þessi bolti fer yfir og endar hjá sem Káa stig. Stelpurnar voru í vandræðum þarna en Nera náði einhvern veginn að slá boltan yfir úr ansið þröngri stöðu og svo í kjölfarið datt boltan í gólfið. Áfram með þetta kemur Þórdís. Káli sér við þessu Pála og þessi bolti þá lífi og vel gert hjá Ragnheiði. Boltin enn á lífi hérna. Kemur boltin á Pálu, Pála plaffar þessu, frábær vörn hjá Ragnheiði. Boltin eins og var yfir og Káli á aftur séns. Elma á Neru, Nera Mateljan en þarna Astrid klár. Boltin svo Slatsjana af Pála del Olmo Gómez. Blokkar þetta frábærlega. Káaliði núna 3-1 yfir, 12 stig á Pálu. Kemur hann aftur hún Helena. Ragnheiður tekur þetta. Boltinn svona Þórdísi sem að reyna að lauma en Helena klár. Svo kemur boltinn á Neru, Nera plaffar þessu. Frábær vörn hjá Rósu. Og kemur boltinn aftur á Neru, Nera. Fínn bolti, já. Astrid missir hann aftur í sig. Nera Mateljan með 12 stig núna.
Já, 3 stig rauða kávalið núna. Það eru 4-1 yfir. Helena fýtt bolti en góð móttakið á Astrid. Nú kemur boltinn á Þórdísi. Kemur Rósa upp á Slatsjönu og þessi hávarði kávaliðinu. Já, netta kávalið, ekki nokkuð spurning. Já, þetta er bara ekki nokkur spurning, þetta var net á kávalið. Næja, 4-2. Og nú er 4-3 eftir hennan ás. Pála náði ekki að stýra þessu. Og Slatsjana Smiljanic með 23 stig. Bolti frá henni á Pálu. Pála missir hann fulllangt og þarna var Ragnheiður klár og hún jafnar í 4-4. Þetta er heldur betur ekki búið hérna. Þá kemur skipting, Pála út og Heiðbrá kemur inn í hennar stað. Slatsjana Heiðbrá tekur við þessu, Helena svo upp í kjölfarið á Elmu. Nú er lag fyrir gestina. Kemur Ragnheiður inn að lauma, Nera klár hérna og Nera aftur, plaffar þessu, já. Káa áfram yfir, 5-4. Nera Mateljan með 13 stig núna. Þá er Lovísa Rödd í uppgjöfinni fyrir káliði. Sér bolti, fín móttaka hjá Astrid og kemur Þórdís. En káliði verst þessu, Elma upp á Neru, Nera plaffar þessu, já, nú er hún algjörlega óstöðvandi. Nera Mateljan, 14 stig. Er heldur betur að hækka meðaltalið sitt. Kemur Lovísa áfram. Þessi bolti fín. En Astrid tekur vel við þessu. Kemur Ragnheiður inn að lauma og heyrðu frábærlega þetta Heiðbrá. Boltinn yfir. Já. Þessi er áfram í leik hérna. Ragnheiður af Neru og út. Og staðan núna 6-5. Ragnheiður Tryggvadóttir 60 í leiknum. Ótrúlega skemmtilegur leikur hér í kvöld sem þessi lið hafa verið að bjóða upp á. Hér kemur Dýrleif hennar bolta og Nera missar hann yfir. Nú spurning hvað gestinni gera. Þá kemur Astrid en Valdís, hún er klár að kasta sér á þetta og kemur lauma. Það er ná að berga þessu. Kemur Ragnheiður með boltan sem að Gíja tekur. Elma upp á Neru, Nera plaffar þessu af hárninni. Þessi enn í leik. Endar hjá Ragnheiður og var þetta ætla ekki verið yfirstið á káliðinum, ég ætla að syngja að fara í netið. Þannig að það er 6-6 hérna. Já, syngist að vera yfirstið á káliðið. Já, eins og ég segi, liðið með skipta vatarhelming í 8. stiginu, annar lið komið upp í 8. Gíja, boltinn dettur þarna, skoppar af netinu og þar út. Þannig að nú eru gestir komnir yfir, 3 stig í röð hjá Álftnesingum, þær komna 7-6 yfir. Dýrleif Hanna Sigmundsdóttir. Hún er að öfluga uppgjöfunum. Hvað gerir hún hér? Nú vill enginn gera nein mistök. Hérna tekur við þessu, Elma upp. Heiðbrá, fýtt bolti hjá henni, heldur betur en það er ná að koma boltanum yfir á útrúðan hátt hérna Elma. Svo yfir að Neru, Nera á hártinu og já, jafnar í 7-7. Já. Nú er bara spurning hvort liðið leiðir þegar þið skipta vatarhelming. 7-7. Heiðbrá út fyrir Pálu. Pála til Olma komin aftur inn á.
Verðan að klappa rassinu allan pakkan. Þetta nákvæmlega eins og að vera alveg stemning í KA-liðinu. Nera Mateljan. Vá, þessi bolti fór yfir. Ég ætla að vera að segja að myndi þarf í nettu niður. Og þessi bolti enda svo í gólfinu. KA-liði tekur þetta 8-7. 2 störuða KA og þær leiða nú þegar liðin skiptum vallarhelming. 14. stig á Gíu. Já, þetta heldur betur búin að vera veisla og verður klálega stál í stál út þessa 8 hreinu sem upp í 15 eins og ég minni á. Það lítið eftir þessu nema þetta fari í einhverja magnaða upphækkun. Nera Mateljan, þessi bolti frábær móttak á Slatsjönu og svo í kjölfari kemur þessi hávörn. Já, þetta rándýrt. Þessi hávörn. Þetta hafði ekki verið Hulda Elma sem tók þetta. Nei, það var ekki Ísabella Erna sem skoraði. Þetta var Hulda Elma Eysteinsdóttir sem skoraði. Aftur frábær uppgjöf hjá Neru en þannig að berga þessu en svo kemur Astrid með mistök. Og Astrid kemur boltanum ekki yfir. Nú KA komið 3 stigum yfir. Þetta rándýrt fyrir gestina. Þetta að sjálfsögða engan veginn búið. En þær voru 7-6 yfir. Nú KA-liðið komið í 10-7. Þá tekur Róbert Karl Hlöðversson leikhlé. Marathon viður hérna. Já, þetta eins og ég segi magnaða fylgst með KA-liðinu, lentu það 2-0 undir en þær eru annan leikinn í röð að knýja fram 8 hreinu og ná vonandi núna að klára bara leikinn. En það þýðir það ef að KA-liðið vinnur þennan leik í 8 hreinunni, þá fá 2 stig út af leiknum, þá getur afturhelding minnkað forskot KA-liðsins á toppnum niður í 3 stig. Það eru ennþá 3 leikir eftir, 3 umferðir eftir á deildinni. Þannig að það er ennþá hörku spenna á toppnum. Jæja, Nera Mateljan, búin að vera geggjaður uppgjafir, þá kom að því að hún klikkaði þessu. Þetta er mikil áhætta að þú tekur svona þessar stökk uppgjafir. Og Álftanes enn á lífi, 10-8. Þórdís Guðmundsdóttir í uppgjöfinni, það er pressa á henni, hún má helst ekki klikka. Þessi bolti á Helena upp á Elma á Pálu. Pála gerir þetta frábærlega. Dýrleif reynir að berga þessu, gengur ekki. Pála til Olmo komið 13 stig núna. KA 3 stigum yfir aftur. 11-8 og Pála til Olmo. Gómez fer svo beint í kjölfarið í uppgjöfina. Hvað gerir hún hér? Því bolti sem á að verjast. Nú kemur boltin á Ragnheiður. En Nera vel staðsett. Nú kemur Helena Kristín. Hávörnin og út! Helena Kristín Gunnarsdóttir með 23 stig núna. Búin að vera algjörlega mögnuð í þessum leik. 12-8 fyrir KA. KA vantar 3 stigi viðbót til að klára 8 hreinuna. Og fullkomna þessa endurkomu sína. Pála. Þessi var inni. Já, þessi var inni. Gestin vildi meina að væri úti. En þessi var inni. Og KA núna 13-8 yfir. Ragnheiður út og inn á hennar stað kemur Ísabella Erna. 5 stiga munur, frábær kafli núna á KA-liðinu. Pála til Olmo. Nei, hún ekki yfir og það alltaf sem eru enn á lífi.
Þetta eru það bara 4 stig. Ég gleyma því að KA-liðið skoraði einhver 4 stig í rauðina rétt á hann. Eða hvort þau voru 5. Og Álftnesingar hafa nákvæmlega engu að tapa. Ísabella Erna í uppgjöfinni. Hún má alltaf helst ekki klikka þessu. Það tekur bara örga uppgjöf. Valdís tekur hann á Elmu og Gía. Vá, hún er blokkuð af Slatjanu Smiljanic. Slatjana heldur að hann fagna stigunum sínum ógurlega. Komið 25 stig í leiknum. Það eru 25 skipti sem við höfum heyrt hana fagna ógurlega. Það er bara vel gert hjá henni. Ísabella Erna áfram. Þessi bolti á Valdísi. Kemur boltinn yfir á Helenu. Helena plafar þessu en Dýrleif sér við þessu. Kemur boltinn á Þórdísi. Þórdís þessi skoppar af netinu og það er líka hægt að ráða við svona fasta bolta sem skoppar af netinu. Og Þórdís minnkar í 2 stig. 3 stig hjá gestunum. Þetta er ekki búið. Þá tekur Miguel Mateo Castrillo leikhlé fyrir KA-liðið. 2 stiga munur. Hvar endar þetta eiginlega? Því lík blak veisla sem þessi leikur er. Háspenna lífsætta heldur betur. Og maður eiginlega bara ótrúlegt að maður pærir í því að Álftanes sé búið að vinna aðeins 1 leik í vetur með hvernig það var að spila hér í kvöld. Verið bara ótrúlega flottar. Að vísu sem vantar aðeins meiri breidd í liði hjá þeim. Þetta er erfitt ef allir eins og Slatjana nær ekki sínum leik. Það mæði mikið á henni sem dæmi. En hvað það? Nú höldum við áfram hérna. Ísabella Erna í uppgjöfinni. Hvað gerir hún? Þessi bolti. Pála tekur við. Elma áfram á Helenu. Helena laumar og gerir þetta frábærlega. Hún ætti að KA 1 stig. 24 stig á Helenu. Sko vantar aðeins 1 stig í viðbót til þess að klára þennan leik og fullkomna endurkomuna. Aftur skipta það meðgur. Amelia kemur inn og Sóley. Þannig að Elma og Gía fara út. Sóley í uppgjöfinni. Fulla trú á Sóley. Klára þetta bara. Ég vilt með mjög flottar uppgjafir. Sóley Karlsdóttir. Kemur boltinn á. Þórdís tekur við þessu. Kemur boltinn á Slatjunu eins og maður hefur svona búast við. Amelia upp á Helenu. Helena blokkuð. En KA-lið bjargar þessu og kemur Amelia boltanum yfir. Já. Kemur boltinn á Astrid og þessi er út og KA-lið vinnur 15-11. Þessi endur koma frábær hjá stelpurum. Þetta var gríðarlega mikið fyrir þessum leik. Og vinna hérna á endanum 3-2 sigur eftir að hafa lent 2-0 undir. Já, þetta er ótrúlega mikilvægt í staðinn fyrir að fá ekkert út úr leiknum og galótt á toppbaráttuna. Þá fá þar allavega 2 stig og halda áfram ágætu forskoti á toppnum. Nú er bara spurning hvort að Afturelding nái að minnka forskotið 1 stig. En kíkjum hérna á stigaskorinu leiknum. Helena Kristín Gunnarsdóttir 24 stig á KA-liðinu. Nera Mateljan með 15. Pála og Gía báð með 14. Hulda Elma með 8. Heiðrún með 2 og Lovisa Rut 1 stig. Sjáum gestina. Slatjana Smiljanic með 25 stig. Hún hafði alltaf betur í vestar stigaskorun hjá einum leikmanni. Astrid Eriksson með 10, Ragnheiður með 6, Dýrleif, Þórdís, Rósa og Ísabella alla með 5 stig. Já, flott stemning í KA-liðinu hérna. Enda þungum fargjum ætti aðeins létt eftir þessa byrjun. Kíkjum hérna á tölfræðina í þessari 8 hreinu 15-11 sigur KA. 7 stig út til smöðs og KA-liðin geta aðeins 2 og það er líka kannski hundurinn grafinn. 1 ásök KA-liðin geta 2, 1 lauma geta yngri, 4 blokkir á KA geta 1 og það er ansi vel gert í 15 stiga hreinu að taka 4 blokkstig.
2 stig sem Káar skora eftir mistök hjá gestunum, 5 hins vegar sem Káar gerir. Engin mistök sem klikkar á gestunum en 2 hjá Káar fyrir ekki. Káar leiti mest með 5 stigum, vinnur 15-11. Sjáum hérna svo að lokum tölfræðina í leiktum í heilsinni. 25-27 sigur gestana í fyrstu rauninni, 22-25 í næstu. Káar liðið svarar svo með 2 25-20 sigurum og svo 15-11 í oddarinnunni og vinnur 3-2, virkilega vel gert í stelpunum. En já, ég ætla að við fyrir að setja gott í Káar TV. Þökkum bara kærlega fyrir árið í dag. Ágúst Stefánsson heiti ég, var að lýsa þessu með ykkur og Stefán Jóhansson sá útsendinguna. En já, þetta var algjörlega magnað hjá Káar-liðinu og 2 dýrmæt stig í hús. En já, minnum svo á að það eru 2 blackleikir á laugardaginn hjá okkur. Há mæta kalla og kvennalið HK og má vantilega búast í 2 hörkuleikjum. Sjálfsögðu í beinni á Káar TV, þó viljum við sjálfsögðu fá sem flesta í Káar-liðið. En já, við þakkum fyrir okkur. Bless.